Gangi, tveira mínum uppál sitja beintunum fram að með klukkan orðin 4 og FM 95 blöð hefur hafið göngu sína á þessum föstu degi. Það er 25. október sem þýðir að þetta er síðasti þátturinn okkar af FM 95 blöð í þessum mánuði, október. Sem byrjaði ógæsli morgun, djúpasins viðbjóðslegt við. Já, það er ógæst. Amar Gulli kjósa að búa hérna stundum. Það er ótrúlegt. 2024? Það er 2024 líka, það er að hlusta í framtíðinni. Það ekki? Já, og vonandi eru allir á lífi, þeir eru að hlusta kannski, segjum að sé 2029 ykkur, þá voru við vonandi enda bara live and kicking og allt upp á 10. Finnst þér að vera eitthvað slappur? Nei, alls ekki, ég er bara alveg gjössalega upp á 10. Við hljóðum ekki að hlustundum að ef ég á að vera alveg hreinskilinn, drengir, við kíktum á lífa eins og við gerum alltaf að hita upp fyrir þátt. Ég væri helst til að sitja eitthvað staðar núna bara dauða drukkin að röfla. Á torgi eitthvað? Já, sko, Torg, sól og bjór. Sástu hérna Instagrami á Hjöppa, hann og Hjammi sitja þínum upp á stað á tenni. Já, veist. Og ég heyr alveg á þeim báðum og það þeir eru byrjað að röfla á Instagram og þá er komið í menn, sko. En ég meina, sko, í staðin fyrir að dæma það, þá öfunda ég það. Þetta er upp á staðurinn minn bara í lífinu, það sem þið sitja Hvað heitir þessi staður áttur? La Torre del Mirador. Og ég hef verið þar nokkuð sinnum, ég veit ekki það. Og hérna, veistu hvað þú verður samt að gera? Ég veit að það er eitthvað tenniferðið planað hér, ég er allavega í 1 eða 2 með þeirra. Hættu að taka hérna bjórinn hægt aðna og kanela í undir. Ég er að fara að gera það. Það er að þreytast af öll á samfélagsmiðlum. Viltu heyra bestu fréttir? Hver hefur gaman? Viltu heyra bestu? Hver er bara, jæja, byrjar hann aftur með hérna Conner-dæmið. Ég er með update. Ég er að hjálpa þér. Já, iPhone 16 sem ég var að uppgreita í, kóngurinn Guðni Epli uppfærið mig. Veistu hvað er í nýjastu uppfærslunina? Slow-mo kameran er orðin að tad better. Sko, tad better, miklu betri. Þannig að þeir rifu slow-mo kamerinu, þannig að sko Con-Air-vídeóin, ég fæ beer, verður á næsta leveli núna í november því ég fyrir til þinn. Ég veit um Samsung menn, sko. Já, en myndur ekki segja að við erum allir vinnir hérna? Það er ekki, góður vinnir. Heilt yfir. Já, þannig að ef við erum að segja eitthvað, þá erum við að hjálpa þér ekki, eða svona peppa þig. En nú hugsa eitthvað nýtt lag. En að koma með eitthvað bara svona... Sko, ég prófaði leynilöku þýmið. Þegar þú var að hrósa, sko, leynilöku þýmið er bara... Ég reyndi ekki eðla flott. Já, ég teki það stundu því að slow-mo beer, en það bjónu kemur, sko. Þetta er bara eitthvað við Con-Air þýmið, ég sé Nicolas Cage að labbar á vélinni, hristir hárið munið því. Já, það er reyndar, ég hef ekki séð Con-Air í helgi. Já, hún er svakalega Cyrus the Goddamn Virus Cyrus the Virus hann var alveg villain, Cyrus the Virus the Goddamn Virus Cyrus the Goddamn Virus. Já Hellis Deep og Semi var náttúrulega brjálæðingur. Þetta eru myndir sem maður þarf að taka aftur. Já, þetta er frábært. Talandi um samfélagsmiðla, drengir, þá er ég með sturlaða staðreynda. Því ég er ekki með sturlaða staðreyndir í dag. En mjög fyndið að því að Rakel sendi mér þetta á hann. Af því að hún hlusta nú og veit hvað við höfum ofta. Já, hún veit hérna. Mér finnst ótrúlega hún enn að hlusta alltaf á þig að röfla hér. Hún hlusta nú ekkert alltaf, en svona hún er í bílnum og svona. Röfla hér. Hún setur ekki tæmer í gang þegar þátturinn byrjar, sko. Það var í skrítið. Hérna, en hún var að senda mér á Insta af því að þetta tengist rosalega því sem við höfum rætt. Við höfum rætt þetta oftar en eins. Ég hugsa sem búin að ræða þetta svona 20 sinnum síðustu 10 ár. Það var að koma bara svona alvöru könnun sem er störðlu staðrind að pör sem að deila 3 eða fleirum paramyndum af sér í viku eru 128% óhammingisamlega þau sem gera það ekki. Við erum að segja þetta. Við erum að segja þetta. Nú er það loksins orðið staðfest. Þetta er orðið science. Í viku? Já. Ég skamma mig fyrir að posta 4 myndum á ári. Þetta er orðið science. Já, 4 myndir á viku. Það eru loksins allir áttast á þessu. Ef það eru pör að setja endalösa myndir að sér á samfélagsmiðla, þá er allt í rögli. Alveg saman gott að segja, sko. Við erum búin að ræða þetta svo oft. Par sem fór saman í lengri tíma og allt í hennu keir upp tempóða myndum, þá veistu allt er í abaskít. Eða nýbyrjuð að deyta og það er posta myndum non-stop og þau takka hvort annað alveg vel svona sjául, þannig að takkið er svona óþægilega stórt. Það er 2 mánuður eftir því. En fólk með sameiginlega Facebook-reikning. Það er mest í viðbjöðurinn. Er það? Ég notið bara hreinskilni, ég veit að röglega einhver hlusta sem er að það er alveg hræðilegt dæmi. Freka bara sleppt annar bara aðeins, það bara sleppa og vera. Það er oft þegar annar aðeins er horny og hún er mikið treyst fyrir Facebook. Það er til miður staðan. Ég er búin að rannsaka þetta líka. Ég testi mér enginn sem á að rannsaka þetta betur en ég. En við erum þú veist eins og segjum ef maður samfélum Facebook-account er þá annar aðilinn vel horfni. Og hann getur því miður ekki verið með sér account. Já, ok. Það er staðan. Þú veist, bæli hvað þetta er samt leiðilegt. Þú veist, þess að ég ætla að senda kannski, segjum að þú væri með sameilan úti. Og ég ætla að senda þig bara, herru, hérna bíó í kvöld eða eitthvað. Æ, sorry, þetta er Rakel hérna, ég læt hann bara vita, þú veist, ég veit aldrei mikið þér að tala. Það er hræðilegt dæmi. Ef þú ert að senda á Messenger með sameilan account eitthvað svona bara, herru,
byrja að tala Ég byrja að fyrir ekki hver er það Já, bara, þetta er hröstur Já, herri, hérna Nei, ég segi þetta væri bara ég og Rakel bara, þetta er Öddi, en þú ert aldrei pottjéttur á þetta sé ég Já, sannaði það, segðu þau kóðan sem við vorum búin að ákveða Settu mynda right now Ég var að fara í bjóri Þetta er líka, það er alltaf svona nettar viðvörunarbjöllur ef það er Egill einu svona nýtt En það er ekki alltaf eitthvað svona pínu skríti líka En það má kannski að vera hakkað Það er ekki skríti, það er ef fólk er hakkað Já, ok Við getum ekki farið að tjóta það En við erum rættum með blogastenda Við höfum þjónustu sem fólk getur leita til og fengið akkántin tilbaka og borga cash Já, þú varst með hugmyndum á því, það er bara heilmikið góð hugmynd Ég sagði þið frá þessari hugmynd Bara vinafólki Og þau störðu bara á mig Og bara eins og ég var í vitlýsingur Verður þetta til? Nei, þau voru bara, hvað það tala um? Ég sagði, nei, ég ætla að koma með svo góða hugmynd í blöggastinu Það var að segja, það er þjónustan Ef þú ert hakkaður, skilur og þá getur bara hringt í þjónustu Og þjónustan er bara, herru, já, við bara græjum þetta 0-1 Við erum í góðu sambandi við Meta og allt þetta Svo þurfum við ekki standi í þessu sjálfur Þú veist, þetta er góð hugmynd Þau voru bara, hvað meinar þau? Akkur ætti það að vera? Akkur ætti það að þurfa? Já, út af því þau eru aldrei lendi í þessu Síðan lendur í þessu ógeði Og þú veist, það er bara hrikalegt Og það er eitt af aldrei lendi í þessu Þá ertu bara, hvað tilkvæmst það þetta maður? Síðan lendur í þessu sjálfur Þetta er hræðilegt til Þú ætlar að opna Facebook, loggaður út Og þá fyrir hausinn ára flug Shit, hvað er að koma inn á Messenger Ég man eftir að þú kerðir bara sko á 190 með vegabriði bara í Nei, ég hef aldrei stíðað nája mann á æði minni og þegar ég var Þetta var viðbjöð Heil vika hjá mér fór ég að mixa þetta Vika Þetta tók bara vikur Þetta er hræðilegt Þannig að þú spári því En talandi um hakka, þá ætlum við til dæmis Við ætlum að vera með leik inn á eventunum okkar sem er fyrir fermingaveisla F95 blöð og það er event á Facebook sem við verðum endilega að koma ykkur inn á Við ætlum endi leik þar en þá er bara allt hakkað og einhverju tyrkir og eitthvað þannig að við ætlum að vera með loophole Við höndum að loophole Við ætlum að gefa 4 miða á fermingaveislu F95 blöð 31. maí miðasala byrjar eftir nákvæmlega viku 1. nóvember Einu sem þú ert að gera, þú ert að vera followa, vera interested eða going á eventunum og þú ert í pottinum 4 miðar dregnir út næsta fösta Og spári, hvernig eiga núna The Scammers að hakka þennan leik? Piltingur ekki að hlusta núna Nei Þannig að þetta er bara fólk sem hlustar af F95 blöð sem veit af þessu leik En máli er að þú veist, þess En kannski, máli, eru þeir að hlusta? Það væri þetta rosa Það væri next level En ef þú ert með eitthvað svona leikin á Facebook og svona þá kemur bara Það líður ekki mínúta, þá er búið að gera annan event, alveg eins covermyndir, fara að senda fólk eitthvað skilabóð svona. Það sem við ætlum að gera núna Ég Rikki G hendi einhvern ísleik með einhverjur ísbúð og hann var í dómutjóli einhverja 2-3 vik Já, fólk er hægt að nenni þessu En það sem við ætlum að gera núna er bara að þú finnur eventin inn á Facebook Þetta er fermingaveisla FM95 blöð, Timmy Trumpet Get it going eða interesting Og þá ertu komin í pottin Við drögum 4 miða næsta föstudag Já, og við ætlum að tilkynna þetta inn á eventin Það er bara þannig, ég ætla að fara yfir þátt dagsins, drengir Það er gýr í okkur Það er ekki alltaf á föstudag Máli er Ég er óunum með gýr Það var að koma út nýr Call of Duty Það ástæður, þú ert svona peppaður Ég er ógeðslega, ég hef ekki spilað töluleiki bara nánast, þetta er bara busy ár nefnilega Ég hef ekki bara spilað töluleiki ykkur 8-9 mánu Call of Duty er uppáhaldsleikur Ég er að fara heim núna Jú, en þú veist bara svona þægilegu leikur sko Það er að taka headshot, tekur maður headshot Já, minnst líka gaman Ég spila eða ekki töluleiki eitt lengur Ég spila bara með einhverjum Við erum að full squad meldaðir í kvöld Telt upp line-up Ég verð að gefa þér eitt samsteindi Talandum út að fara að spila með fullt fólki Ég sakna þess ekkert eðlilega Talandum Bust Machine sem átti ammæli síðustelgi Góðurinn Veistu hvað ég sakna þess að vera með einhverjum í Championship Manager Það er bara, þetta eru uppáhaldstími minn bara sem bæði fullorðinn maður Þegar ég er 21 árs Er hann á lífi í dag svo leikur? Já, hann er stóðinn allt of flókin Þú ert núna að vera að tala bara við sjúkraþjálfaran og eitthvað svona kjafta Það er gaman satt að heyri í honum, hvað er það mittur? Nei, þetta má ekki vera flókin Nei, en þetta er þægilega við þetta er að þú bara getur sænaðinn og hoppaði leik Þú veist, af því að ég er eiginlega, það er erfitt fyrir mann að fara núna bara í einhverja 100 klukkutíma söguþráð Ástæðan ég er ekki komin inn í þetta því ég veit að ef ég byrja með ykkur Call of Duty ég verð fíkil og yrðir góður af því að þú ert svo fljótur að læra leiki en ég landa rosalega gæti ég sæna minn og nú er ég komið með PS5 heima og ég er með allt klárt headphone-in og joystick allt klárt það er allt uppsett það er bara að kaupa leikin og ert mættur ég held ég eigin að leik sko máli er að þú fannst ekki sjálfur sér ég á okkur Call of Duty já það er gammalt þessi komið til dag en þú getur ég veit að 10 skall en þú getur mætt á eftir Býtu, eru þá allir að fara núna og kaupa hann að leika á 10 skall online? Já, þú kaupir hann bara í PlayStation Store-inu Já, á kosta 10 skall Já
Það er rosalega Hvaða hlutabrif eru með þetta? Já, það er eftir hvað fyrirtæki á ég man ekki hvað ég man ekki, já, veit að þetta Microsoft ætlaði að kaupa það og það var eitthvað vesen held ég en Já, Activision Blizzard Já, Activision og Þetta veit Egil þetta Leið og ég nefndi Microsoft að kaupa það Já, Activision með það En það sem er að fara að gerast, drengir er að þegar maturinn er búinn og krakkandi svona orðin aðeins slagari 9:30 þá er ég að fara að sæna mig inn í The World og ég er að fara að spila fram eftir En hvað gerur þú að tjena svo að vera lucky? Frestar það aðeins að fara online eða klárar þú eða hvað gerur þú? Þá myndi ég fresta aðeins því að fara online bara quickie og svo beint í the gaming room Já, það lítur ekki að byrja í 7 mínútur Ekki vera að skemma stemninguna hjá mig maður Ég bara er ekki ír og þið eru farin Dagsins við erum með að sjálfsögðu spurningkeppni Gilsarans Hvað ert að bjóða upp á þar? Ég veit ekki eins og hvað er í gangi Glemt að spyrja þeim Sko, nú er einu sem fólk talar eru kostningar og eitthvað shit King of Voting King of Voting Og hún hefur verið 2 svar áður Já, það er alveg skemmtilega þetta Manst eftir? Nei King of Voting Þetta var 2018 og 2021 Þannig að þessu hefur verið áður Ef allt er eðlilegt og ríkisstjórnir springi ekki Já, það 5-4 Ég meina ef allt er eðlilegt og ríkisstjórnir er ekki að springa hægri vinstri þá er þetta náttúrulega bara 4 ára fresti Þannig að eðlilega munum við ekki árétt eftir spurningum Já, þetta var 2001 sem þýtti hún hefði átt að vera á 2025 en hún er aðeins fyrir Við erum með fyrsta klefan í langan tíma Við steindi, svona dustum rikið af hann er ekki eins og það gamall þessi klefi Það er hérna hverfisgrúpan Það er allir í hverfisgrúp á Facebook Við fengum í fólk og vorum að spyrja hvort það væri bara að segja á hverfisgrúpinu Við vorum með sitt gott vandamálið þessa vikuna Kona mín hendinu einhverjum swing status og þú varst að Ég fekk pungin og kett upp í mig fyrir einhverja slísni Já, þannig að það er í klefa dagsins Við erum með syngdu lagið Já Nei Jú, veistu, það var svo margir sem kom upp að mér og sagði herru, þú verður að vera oftar með syngdu lagið því að þið eruðu eitthvað skammar þetta daginn Það er bara út af því að ég myndi aldrei fá punkt Jú, þú vann síðast ekki Já, ég það Nei, það var jafntefli Líkurnar á því tíminn aldrei vinna þetta Það var jafntefli X En það er með íslenskt Nei, ég var með 3 algengustu orðin síðast Ég er með næst 3 algengustu og svo allir íslenskt Þannig að eftir kettin í dag Steindi með minni íslenskt Íslenskt, ég er sterkur þar, ég get lofa því Þannig að eftir kettin í dag þá er ég búin að taka 6 algengustu orð á ensku sem þú finnur í lögum Þannig að það er stemming Við erum með þekkið ekki Og How do you do fellow Opus er í dag Það verður ekki How do you do fellow kids Þetta er alltaf mikið, ekki líka litli kids að koma 17:30 Jú, hann ætlar að kíkja líka, við ætlum að ræða við hann Þannig að það er bara Kemil mætir, hann er með nýtt lag Já, hann er sko Það er eitt fyndnast aðrið sem ég séð á sviði þegar við vorum einhvern veginn í einhverju ferð og hann tók lagið Ég hef aldrei þessi mann með jafnvel orku á sviðin Ég held að við varum stemmingsmenn Hann er góður á sviði Hann var bara rugglaður Hann var bara að taka arbegur og uppbyggingur eitthvað í miðju lagi og rífu fólk með sér Það verður hrikalega gaman að fá hann Hann ætlaði að koma hérna 5:30 í dag og gefa út sitt besta lag sagðan bara upp að því Álfur negla Ég fíla það Og já, hann kemur þetta heimsókn Þannig að það er basically allt upp á 10 hjá okkur drengjum En eigum við ekki að setja bara á vinsalasta lag Íslands í dag Það er sonur okkar og snillingurinn Aron Kahn með Popstyrni Og þetta er lag Boom Það er bara hann FM 957 Þeir eru að hlusta hér á FM 957 á FM 957 og þetta finnst mér sturla lag hjá okkar manni Aron Kahn, Popstyrni og ekki fyrsti bangurinn frá þessum dreng Það er professional Það þarf ekki að kenna Aron Kahn að búa til hittara Nei Enda með, einhver dýrast umbóðsmann landsins King Óla T sem passar upp á allt saman Hann er búin að sæna sig inn í The World í kvöld Við erum að fara Er Óli T a gamer? Já Hann er Alvöru game Hann er a gamer and a gambler eins og við Það er rosa Hann gamblar En fær Landakös að vera með? Er hann ekki nógu cool fyrir hann hópa? Landakös Kös ekki nógu cool fyrir hann Kös er leikilmaður Hann er og er líka mjög góður í töluleikjum Hann er actually leikilmaður En hann er í alvöru bissó, hann er farin á Rjúpu Já, ok Vittu ykkur á Rjúpu líka? Sveppi Krullfóru Ég heitt hann í Krónun í Mosó Veistu hvað? Það hljómar sem segja Lási shot Mér finnst þess að það sé bara meiri líkur Hann verið skotin en hann hitt eitthvað Hann lítur út eins og Rjúpa Kös er á nálum yfir hún Ég sendi á Kös bara, þú veist að Sveppi er á Rjúpu líka Hann farið valið Er það á sama stað það? Já, veist það er fyrst í Rjúpu að byrja núna Og það er náttúrulega eðlilega Rjúpumenn peppaðir sko En gætu þið skotið Hafið sér Rjúpu? Nú er ég er ekki að reyna að vera eitthvað svona DC dæmi eða eitthvað En gætur að vera með riffil, séð fuglinn og skotið? Eiginlega ekki, ég er á svo Ég er orðin eiginlega
Maður á I'm nettur concerned. Mér finnst erfitt að veiða Ég er fisk, an animal lover. Já. Ég gæti bara, ég myndi að knúsa rjúpuna sko. það Ég var að ekki- skjóta hana sko. Já, En veit hvað, það að fara á samt að skjóta leirdúður er helviti gaman sko. Ég það- fengi að gera það They don't er- have a pulse sko. Það er stemning sko, en svo er náttúrulega málið svo, þú kom með byssuleik, þú kom með einhverja tvíleipu að maður, einhvern riffil, þá held ég að fari bara beint og skýtur ykkur sko. Ég held að það gerir svolítið með bara Herru, ég fekk Náminu, sko. Ég fekk góðan punkt, sorry, ég skulle vera að hoppa yfir í annað að náttúrulega netan er að mæta hérna í fermingavæslu F95 Já. og ég var spurður af því að við erum alltaf að peppa hérna að tala minn skýt hvort að St. Pete kem ekki, þurfum við ekki að heyri í þeim meistara? Jú. Já, St. sko- Pete er út að hlusta, við þurfum að fá Sko, eins og- frá eins og- 31. mæ, ég verð að fá þetta laga Já, sko. eins og höldum við ekki- höfum rætt, við getum mögulega að þykja mögulega, veist það, nægu tími. Já, það verða fleiri tilkynntir eftir áramót, það er staðfest Sko, line-upið er alltaf insane, Já. en ég menna, þetta er alveg Það eru, sko- Akkur ekki að þykja Ég held að Það er St. alveg Pete- bombur í hólu Ég sko. held að St. Pete viti innst inni að hann er alltaf að fara að koma í ferminguna sko. Já, þannig að ef það er einhver Þau eru akkur bara basically að ringja hann. Já, pikki í St. Pete Hann er- ef hann er vaknaður og segja honum að hann sé á leiðin í höllina Hann er 31. fluttur í bæinn. Já, það er málið. Já. Ekki vaknað 16:21. Já, Fluttur í ég bæinn. segi svo. Ég þarf að hanga með honum sko. Ég ætla að heyri honum og spyrja hvort það vilja hanga með mér. Hann er illa Það svaður er alltaf bara úr rúndina eitthvað. Já, Hvað myndir þú vilja gera með honum? bara snáðast bara, fara í bíó. Bara bíó? Já, fara yfir stöðuna og... Steindi spurði mér svona 3 ára hverjum degi frá því við kynntumst, þannig að þú erum nýbúin að kynnast herðu, hefur ekki að skoða bíó svo? Fórum aldrei saman í bíó. Hann spurði mig alltaf þegar hann kvatti mig, Skoða alveg saman bíó. hvað vorum, herðu, hefur ekki að skoða bíó? Ég hef aldrei farið með honum í bíó. Eða, ef að fara að kenni, er ekki kenni á morgun? Það er kenni. Akkur að En- skoða bíó, En máli hvað- er að ég var svo duglegur að fara í bíó, þið trúið ekki. Ég fór á allt í bíó. Ég fór bara á Já, ég allt sem var var í alltaf í gangi í bíófíkl. bíó. Og ég elska bara að fara í bíó. Þannig að ég reyni að fara sem mest í bíó ennþá sko. Það er bara, maður er ekki alveg jafn mikið tíma. Tilbúin í slúður? Já. Er það ekki? Ég held ég sem ágætis pakka að handa bæði ykkur og hlustundum. Ég ætla að byrja hér á Kim Kardashian. Hún held upp á afmæli sitt nýlega, hún er 44 ára. Já. Herðu, hún er 80 eins og við. Það er rosalega. Og Hún lítur helviti vel út, hún er með eitthvað góða lækna aðstofa sig sko. já, þetta er, sko, það er ekki ein rökk á handlítinu á henni. Ekki ein. Og ég er ekki svona fýblast. Já. Ég er að skoða hérna myndaðinni. Það er ekki ein rökk á henni, 44 ára. Maður spyrja ykkur En samt er hún ekki þannig eins og margir sem var eitthvað lítið að gera. Hún lítur ekki út eins og köttur, sko. Nei, hún er ekki Nei. svo Nei, en af Madonna skilur við í elskandi lífun, en það klikkar það svo henni. Madonna er samt alveg að vera 70. Nei, sko, Madonna lítur út eins og bara hafi eitthvað svona liftari kyrt á henni. Hún er bara legend með svona samt. já, bara Algjört sturlu. legend. Heyrðu, Það er engir að tala um manna. Drengir, mér Hún að langar tapa svo- sér það. Misgóði Hafið- læknar í þessu held ég. Já. En hafið þið sjálfur, þú veist, hvað finnst ykkur um þetta bara? Þú veist, eins og rukkur, böggar rukkur ykkur? Nei, mér stæðilega, veist, eins og Ég þetta er getur að vera ekki- sexy, eins og Beckham, veist, huggulega núna þegar hann var 20, til dæmis. Hann er með rukkur. Það var 20, sem sé Beckham 20. Your Honor. Ljótið eftir 20 sem gæði sem Ég er En sko, sammála hann, því. nei, hann 25 ára snóðar að setja hann upp í Er ekki svo Víkilandi ruggla við Greiklandi. 16 ára hérna. Nei, ok, já, þú ert bara, fyndu mynda Beckham Jó, 25 ára. já, Það er myndalæstu já, já. gauður sem ég séð á æfum minni. Ok, en tvítuði Já, Beckham. gleymdu Þetta sjá þennan, herðu. Sumir, Sérðu þennan hennar Beckham? Nei, gerðu 25 ára Já, Beckham. ég sagði tvítuða. Ég Já, sagði ok, 25. en gerðu mér ekki það. Þetta er tvítuði Beckham. Já. Og sína myndanum í dag. Nei, skrifaði núna 25, nei, skrifaði Skinhead Beckham. Gerðu það fyrir mig. Ok, með það. Og ég er ekki bara að segja þetta þinn sköllóttur þarna. Hann er náttúrulega snóðaður og með góða rót. Já, Skinhead Þá Beckham. sérðu myndalasta mann sögunar. Já, en það var alltaf þá var hann Þá er eldri, hann sko. 20, nei, hann er 25 ára. já, Ég sagði 20. en drengir, Bætuðu 5 árum bara svo sjálfsett það. já, ég hef nú bara svona rétt að koma inn á Vita rukkur. þess. En sko, 2000, en mér finnst, ok, yes. já, en mér finnst Já, bara, já, þetta er alltaf annað koncept. Já, þetta er myndalista maður sér. Hann er aðeins hugulegur í hérna en hérna myndinni áðan. Og aðeins huggulegur þarna í Mér dag, Það er sko. rosalega munur Já. á þessu 5 ár. mér finnst það myndalegri samt í dag. Nei, heldur en það. hættu þessari En- vitleysu. En hérna, Hann ég er veit þetta ekki, helviti huggulegur í dag, sko. mér finnst eitthvað samt bara þegar fólk eldist, skilur við, og fær rukkur og svona. Það ég veit ekki, mér finnst eitthvað gott við það, sko. Já, ég maður á bara að embrace it. Já. En slúðurinn er að, já, dóttir hennar, Northwest, sem er 11 ára, gaf móðið sinni demans og silfurhálsmenna, Northwest. já, með áleitrunni Skibidi Toilet. Og þetta var vist uppáhalds ammælisgjöf Kim Kardashian þetta árið. Og þessi hálsvesti sem 11 ára dóttir hennar gaf henni kostaði ekki nema einhverja 20 milljónir dollara. Já, hún Nei, er, 3 milljónir íslenskar, sorry. hún er duglega að vinna, dóttirna. Já, það verðist vera, ef ég Og fæ... taka mikið til hliðar. Ef ég fæ 3 miljónir ammælisgjöf frá Tetta þegar hann er 11 ára, þá var ég helvítið sáttur. Þá gengur vel að þetta.
Herri, já. Læsir á pappa. En sko, þetta er nefnilega hættulegt. Nei, ég ætla ekki að fara út í þetta. Ég vil ekki vera með eitthvað leiðandi. En ég sé að hún er á TikTok og svona. Bara krakki sem að fær allt upp í hendurnar og getur gefið mömmu sinni bara 30 milljónir afmælisgjöf hann 11 ára. Það er ekkert bestu uppeldi sem hún færi, sko. Þú ert bara hreinskilin. Það er bara, maður hefur séð komment og svona frá hana sem ég er bara svona, Jesus. Ég menn 11 ára krakki eðlilega með skrítin komment maður. Já, en ég skil hvort. Ég með þú veist kommentin í okkur við vorum 29 ára. Já sko, kommenti mín þegar ég var 11 ára, það var ég til, ég veit ekki hvað, þetta er eitthvað góða punktur í þar, ég var leiðilegast 11 ára krakki sem þú veist að tala samt svona gamla góða bara krakka þurfa að skilja verðmæti og peninga og hvernig allt virkar. Nei, samt, Egill hitti naglan á höfuð þarna, ég var ekkert eðlilega leiðilegur 11 ára sjálfur hann, ég veit ekki hvað ég var kjaft skölláttur í þessu stúdíu, sko. Ég bara tekið þetta tilbaka. Ég kenna henni það, hún eigi eitthvað peningur. Þú getur ekki að kenna Kim Kardashian hvernig hún á alveg börn. Nei, ég bara tekið tilbaka yfir Northwest. Þetta var bara leiðandi að kommenta á sér engan stað á sér veit ekki eins og hvað skiptir engum máli. Nei, herru, ég ætla bara í næsta slúður því að ég var búin að fara yfir í FNÍ að Blake Lively, hún er búin að vera í miklum skít og það átt að cancelinni sem eiginkona Ryan Reynolds sem leikur Deadpool og hún er nú mjög þekkt leikona sjálf sem var í Gossip Girl. Það var að vera að rifja fullt af svona gömlum viðtölum við hana sem hún var ógeðslega leiðileg við þá sem voru að taka viðtöl við sig og bara ég sá eitthvað og fullt af einhverju allt sem hann tengdist þegar hún var að kynna nýjustu mynd sína It Ends With Us bara svona eldgamla myndir nei, bæði kynningatúrin á nýjustu myndin hennar þá að vera að rakka henni niður og þá að vera að rifja upp gömul viðtöl hvað hann verið búin að vera dónaleg við fullt af fólki og það var eitthvað blaðamaður sem að allavega, hún var búin að vera að fá mikinn skít virkaði ekki á mig sem hún er dónalega típa hún er talið að vera dóni já, svona bara leiðileg allavega voru til eitthvað svona vídeóina sem var bara, og ég sá eitthvað 2-3 og þetta var óþægilegt við erum bara hreinskilir en ég held hún sé hress og skemmtileg hún nefndi bara ekki þessu viðtölum nei, en núna er hún sem sagt og þetta er svo leiðilegt að þú getur ekki gert neitt rétt eitthvað því að núna sem sagt var hún á einhverju veitingastað í New York sem er virkilega vinsæll og hún var mætt og borðið hennar var ekki tilbúið og það var, eina sem er skrítið að það var einhver podcaststjarna sem fylgdist með þessu og nú er þetta komið eitthvað í fjölmiðla og það er verið að tala um hvað hann að verið hrikalega kurteis meðan hún beigði eftir borðinu og sagði að þetta verið ekkert stress, tók myndi með öllum og þetta er svona, og núna var ég að sjá á nokkrum miðlum þetta sé svona setup en svo veit maður bara greið pían, svo er þetta allt bara eitthvað rugl. En er hún vanaföst, vildi hún sitt borð þarna á þessu stað? Nei, bara borðið hennar var ekki tilbúið, það verið að hrósinni fyrir hún að vera ógslag kurteis Þú veist að býði 10 mínútur. Já, drekkið blöð á trest logos og sér ykkur á borðinu og verður reyður og ég hef aldrei orðið reyður og ef að borðið er ekki ef ég get ekki sest á borðið sem ég sitt oftast á þá bara sest ég á annað borð. Það er ekki flókið með það. En veitum við eftir að segja mig þá að hún hafi verið gagnrýnd fyrir það að vera kurteis? Nei, núna, þetta er nefnilega, þetta er hræðilegt. Núna er verið að tala hvort þetta hafi allt verið planað að hún fékk ekki borðið sitt strax af því að það eru nokkra samsæðiskenningar í gangi að ef að Blake Lively er að fara út að borða, þetta er bara stærsta stjarnar Hollywood, þá er borðið tilbúið en hún stóð við staðið með vinkonu sínum á miðjum veitingastæðnum að taka myndi með öllum og bíða og sagði þetta var ekkert stress og það var akkurat á sama tíma einhver podcaststjarnar sem rætti þetta strax og þetta kom í alla fjölmiðla það er, nú að vera að spyrja bara hvort þetta hefði verið hún að reyna að laga ímynd sína eftir allt sem hefur verið að gerast. En mögulega bara tilhörn, kannski bara ætla að fara að borða það eru bara svona 90% líkur að þetta sé bara tilviljun, bara fékk ekki borðið, hún sagði bara ekkert mál, við bíðum bara. En ég meina svo, bara eins og við tökum þig blöð, ég veit að því að þú voru mjög hengri ef þú fær ekki að borða á þínum tíma og að þú nær ekki að fara í ræktina, þú veist, ef við tækið þig út úr þinni rútínu, þú myndir borða hádegismatinn í fyrsta leið klukkan 3 á morgun og ekkert að komast neitt og svona og jafnvel að vera smá kalt og ég myndi henda þér í viðtal einhvers staðar, þú erið pirraður í þessu viðtali. Nei, þá myndi fólk vera bara, Jesus man, hvað er þetta var ekki pirringur, sko, aðal viðtali sem fór út allt er að hún var ólétt og það var einhver norsk fréttakona sem sagði bara til hamingju with your bump og hún bara, til hamingju with your bump og hún var ekkert ólétt, gati gegna spöttgreiðið pían sem var náttúrulega Blake Lively vissi ekki, þá var hún basically að segja bara hún væri með bumbu, hún var ekki ólétt. Það er enda frekar ljótt að segja. Ég myndi saman hversu hengur og kalt mér væri, ég myndi ekki setja og segja bara til hamingju með bumbuna þennan. Það var ekki að finna það
Þetta hljóðum sem Nei, þetta var alveg nett mingulist dæmi ef ég er heilskilin. En ég held samt að hún sé drullu skemmtileg og sé allt upp á 10 ára sko. Reynda Til hamingju með bumbuna þína. Helviti sérstaf komment samt. Já, það enda var að spjála. Hamingju með þína bumbuna. Herðu, svo síðasti mólin Þetta aðeins komment Til hamingju með maður, þú er Óli til hamingju. Já, hún basically bara hrósinni og hún var ólétt. Til hamingju með Óli sjálf. Ég er ekki ólétt, ok. Já, hvað heldur að við vitum og í sama viðtalið þá horfði hún aldrei á hún horfði aldrei á blaðamann eða þessa konu sem var að taka viðtal horfði bara á mótleikum sinni, þetta var Hún hefur líklega bara að vera illa að vera blaðamann. Nei, hún bara illa upplögð, hún vissi ekkert hvað blaðamann þetta var, bara eitthvað kona frá Noregi. Herru, síðasti mólin að það verður að tala að Susan Foster sem nýfarin frá eiginmanninu sínum sé að slá sér upp með Hugh Jackman sem mitt nýhættu með ný skilin með eiginkonu sína, Deborah Lee Furness eftir 27 ára samband, eða hjólaband. Hugh Jackman með gúrka maður. Þetta er svakaleg gúrka. Nei, er ekki Hugh, er þetta ekki Wolverine? Jó, sko. En með hverju með hann að maður er að tala að hann og Sutton Foster sé að Sutton þau eru að leika Sutton Foster. Þetta er svakaleg. Leika saman í The Music Man. Og hinn allir bara allir í rögli. Sutton Foster. Sutton Foster, já, þau eru að leika saman í The Music Man á Broadway. Sko ég er Hugh Jackman aðdáandi. Ég horf á Wolverine. Það var ekki gaman að Wolverine. Er Wolverine? En ég hef aldrei heyrt Sutton Foster á þetta er brand new word. Er hann ekki bara movie star? Er hann líka á Broadway? Hann er á Broadway. Hann er syngjandi og trallandi. Það er fullt af þessum leikurum og við bara fréttum ekki þessu. Það er fullt af bara eilist Hollywood leikurum sem eru að leika á Broadway sko. En hvernig nennaði því? Mjög skemmtilega að leika í movies. Þetta er svona listin, að vera á sviði. Já, menn að fólk hefur mjög gaman að því líka. Þetta var slúðupakki dagsins. Ég vil meina að við erum bara nokkuð hér strax eftir auglýsingar ætlum við að fara í annarkort klefa þar sem við fórum í hverfisgrúpur á Facebook eða þekkið ekki, ég er svona að meta þetta en fáum auglýsingar fyrst. Þetta er FM 957 Já, það er eitt pottit að þetta lag verður tekið í Laugardalshöllinni fermingaveislega F95 blöðum miðasala hefst eftir nákvæmlega viku 7 days 1. nóvember á tix.is klukkan 0957 Hvernig veist þér 0957 tímasetningi? Það er rosalegt konsept verður að gefa þér það Hér á FM Herður, náttúrulega netan er að koma fram með okkur Þurfum við ekki að fá Frikka í sjómli og eitthvað? Mér finnst ekki ólíklegt að hann með því Ef að Frikki getur tekið til í allt og sjómli og Frikki þú ert að hlusta Við erum að kalla alltaf út í þættinu og St. Pete Frikki kemur celebrity entrance Basically að búa að sæna núna St. Pete og Frikka Dóri í höllina En ég tek ekki krediti fyrir 0957 tímasetninguna þegar Björgun Þór Rúnarsson kongurinn í Nordic sko það er hann á 0957 hugmyndina En það er FM með okkur í þessu gigi F957 Þannig að þetta meikar allt sens Það er einhver dótt þetta í hug að hún byrja 0957 Nei, það er mjög sterkt Við ætlum að fara í þekkið ekki drengir og hvor ykkar allar á prentaran fyrst Ég skal fara Ekki? Jú Þá ætlum ég að Það er hann að síkó eða? Nei, ég Talandu Frikka Dór drengir Þetta er bróður hans Þetta er his brother Ég skapta lífið þegar ég reykti þá fast reykti alltaf Ég saknaði spilur á þetta reykja Hann á að reykja eina og kannski 2 mynda lag en hann satt að reykja eina Ég kann tekið síkó í 4 smók Hann fast reykti á sínu tíma Hér eru komin Jón Jónsson og GTRN Og þetta lag, talandum að ég fá ekki leið á hérna Kickstart My Heart Þetta lag finnst mér alltaf geggjað Það ekki? Tilbúin Ég er ekki með headphone en ég ger ráð fyrir að segja geggjað Þetta er ef ástinni Veist ekki hvað lag er undir í Ég er aldrei með headphone Ég hefur séð með headphone inni Þannig að þú veist ekki að ég er búin að með sama lagið undir Nei, Í öllum keppnum frá upphæð Það er ef ástinni hrein Þetta lag er alltaf undir Ég er ekki með headphone Ég vil ertu vitlaus Ég er ekki að hefast Ég er bara með, ég hata að vera með headphone Allir sem hlusta á þáttinn vita hvað lag er undir Nei, þau eru með headphones Tilbúin Yes Þau eru ekki með headphones, þau eru bara að hlusta út Þau eru að hlusta núna að fólk að hlusta núna í göngutúr Já, þá eru kannski með headphones Að labba með hundin, að hlusta með headphones Heldur þessi ekki mest hlusta bara í bílnum Jú, ég samt var mikið feedback frá fólki sem að Margir sér það ekki að vísi líka Labbar í hún göngutúr, setur okkur í eyrun, hlær og labbar með hundin og Tilbúin Fyrsta spurning, hversu oft verða klósettið á dag? Herru já, ég verð að gefa shoutout Unnur Elva, hún hefur hjálpað mér aður Hún á 3 ára 4 miðna Já Ég er að dýrka, já ég henda Hún er svolítið að sjá minna lið fyrir bara okkur Hún er svolítið að sjá þetta núna, ég verð að gefa henni hugmyndir Já, styrlaðar Ok, hversu oft er ég á klósett á dag? Þegar ég veist alveg aldrei talið Nei, svona cirka Nei, nú þarf ég að cirka Það er enginn talað, ef einhver talað þá rugglaður Já, og svo er það svona misjæmt Ef þú ert að drekka bjóð og það fyrir ofta
Já Við erum að tala um mánþrið, bara venjulegan dag. Já, venjulegu dagur. Ég er ekki að tala um að við að setja á okkur bar og horfa boltan og þamba bír. Þá er þetta svona 40 skipti. Já, ég er að tala um venjulegan dag. Svona, nú er ég að giska. Ég myndi halda þetta væri total 5-6 klósettferðir á dag. Og kostur, ok, ef hann segir 5-6 en hann fyrir rétt fyrir 5 og 6. Samt ég er í stuði og það eru 7 dagar í miðaðsölu og segjum bara ef hann gefur annarkvort að fara hann pún. Ok. Ég er gýr. 5-6. Ok. Ég meina hversu oft ég ætla að prófa að tellja þetta. Já. Þú myndir hvað er fyrir oft, þetta er gisk. Ég fer ekki það oft. Nei, ég fer svona, reyndan, maður er gamall kallan en maður fer alltaf á mótnana sem er viðbjöður. Alltaf þegar ég vakna. Það er viðbjöður, það flest allir fara á klósett á mótnana. Gerðu það þegar þú varst 20? Hver fyrir ekki á klósett á mótnana? Já. Sofið ykkur á 8 tíma þetta fyrir á salinu. Læsta, ef þú mætti bara velja eina sósu á matinn, það sem eftir er, hvaða sósa er þið fyrir valinu? Wow. Excellent question, Dutch. Sko, ég myndi halda, ég er að hugsa, þetta er annarkot hvítlaugsósa eða pipasósa. Því ég get tekið þessa sósu. Þú ert það bara að hugsa um grillmat. Ég er að hugsa um kjúkling, naut, lax. Ég get alltaf ekki, bara svo, pipasósa. Ég get alveg um lax með pipasósa, með ekki það. Okay. Og kjúkling og naut. Hvað þú spáð með hvaða mat? Bara öllum, ég er bara svo grillmat. Já, ég tengi pipasósu bara við grillmat. En þú getur bara franskar með pipasósu, það er bara good shit. Þú fara á stælinn og sett franskar og svona heita pipasósu. Þú veist að ég freka barnalegur fullorðið maður þar sem að Rakel finnst barnalegast af ölluðum með að uppáhaldsósa minni tómatsósu og það bara, hún getur það ekki. Hefur þú sagt það? Ég hef sennilega sagt það, já. Sko, ég þarf að hugsa þetta með stónið þarna. Hvað segir hann? Ég veit alveg hvað hann segir. Herru, en hvað er sósan þín? Já, sko, ég held ég segi pipasósa. Pipasósa? Já. Þá er það næsta, hvað er uppáhaldsrýmið heima hjá þér? Rýmið. Hvað líður þið best heima þér? Sko, ég ætla ekki með mörg rými. Ég er fjölbýliskómur. Þannig að já, það er ekki svo búur í kompu. Lítið rými. Nei, það er fínasta rými heima þér. Þannig að ég myndi halda það sem líð best. Sko, ég kann helviti vel við mig í the couch. Í the couch, það er stofan þá. Þegar ég kannski með það leikur á, veist, þá er ég í the couch. Ef ég er í mailunum, þá er ég í the couch. Þegar þú segir, þetta verður sama hjá mér. Í the couch? Er það ekki bara sófinn maður? Já, það er að krakkarna koma að eðalega. Ég með hvað maður segja annað, þú veist. Þetta er ekki the couch. Þetta er þannig svar. Stendir alltaf að fara á stig þannig. Þú næri líka stig í honum. Nei, þú áttu örgulega til að giska á. Hann er með nokkur rými. Hann er í ykkur 6.000 fermetr. Herru, ræðu það eftir þegar við komin inn að síðasta spurning og þessa fekk ég senda líka frá mann ekki hvað snillíkur heitir. Nei, ég breytti, það var eitt snillíkur sem sendi með þessa og ég breytti hann aðeins. Herru, það er ráðist á þig. Þú ert eitthvað staðar, hvort sem þú ert hérna bara niður í bæ. Já, eða erlendist, þú ert attacked eins og segir það einsku. Og þú mátt velja einn úr sögu F95 blöð til að vera með þér við hliðina þér. Hvern velur þú? Þá erum við að tala um þættinum. Já, þetta er Björn Bragi, Sveppi, Hjöppi, ég, Steindi, Pétur Jóhann, og Sóli Hólm var náttúrulega með okkur á mánudum líka í langan tíma. Þannig að hvern af þessum myndir þú velja við hliðina þér if you're attacked eins og segir? Sko, ef ég ætla að fara það sem eru best þjálfaðir, þá ætla þetta þú eða Hjöppi, svona gæði sem er æfa. En ég er að velta fyrir mér, sko, ég myndi velja hestöflana, bara horsepower. En ég held að sko Steindi er eini gæðin þessu hóp sem er bara góður í gólfin. En UFC áhuga maður. En svo verður að taka henni, ég verður að segja þetta núna því hann heyrið ekki, hann stendur við prentarinn í símanum að peppa sig fyrir kvöldið, Call of Duty var að koma út. Steindi er líklegastur og hann og Pétur eru líklegastur til að svona bakka og láta sig hverfa þegar þetta gerist, sko. Já, ok, það er sem mögulega en option, en ég get ekki valið eitt sem... Þetta er bara, hvern viltu hafa við hliðina? Já, ok, hann gæti beila. Ég held ekki bara valið eitt sem mundi bara aðstoða. Ég veit nefnilega hvernig ég myndi velja hann, ég ætla ekki að segja. Sko, Sveppi alltaf myndi aðstofa strax, sko, en hann alltaf hefur ekki hæfileikan í gólfinu, hann hefur ekki þyngdina og svona styrkini svo sem Hjöppi hefur, sko, þannig þú ert alltaf mjög vel þjálfaður en léttari. Það er ástæða að vera þyngdaflokkar í boxi og ég er að tala minna á rétt svar, sko.
Sko, ég var að fara að segja Steindi. Jú, ég ætla að halda mig. Ég held að muni aðstoð, ég segi Steindi Junior. Steindi, ok. Góður í gólunu. Ok, og ég segi hvernig ég hefði valið. Já, hvern? Ég hef alltaf valið Hjöppa eða Sveppa. Já, ekki Stóni. Herru, ok, þá kemur Steindi inn og þeir svissa. Egil fyrir að prenta hann. Já. Herru, ég talandi prentaran að þá voru Jón Jónsson, já þeir sögðu þetta þættinum, þeir voru í þekkið ekki sjálfur í tökum á Ice Guys. Já. Þannig að á milli takna fara þeir í þekkið ekki og svo sögðu Frikka Dóra að fara á prentaran og hann vissi ekki hvað það voru að tala þannig að Frikki ekkert alltaf að hlusta eins og okkar bestu menn. Nei, herru, ég fíla að sé vera að drepa tíma hann í tökunum. Já, með þekkið ekki. Þetta góða leikur fyrir fólk. Já, þetta fínasti partíleikur fyrir ykkur eða ykkur vantar eitthvað stemmingu í partíið. Ert þú tilbúinn? Já. Hversu oft ferðu á klósettið á dag? Já. Cirka. Við erum að tala venjulegan dag. Þetta ekki þú á fyllir í. Fyrir brattir í þetta. Já. Byrju, ertu að tala um nummer 1 eða 2 eða bæði? Bara allt. Já, allt saman. Já, bara hvað ferðu oft á klósettið á dag? Líka það fyrir nummer 3 ef það enginn heima eða eitthvað. Nummer 3? Hvað gerist það ekkert í þér? Sko, ég að spá að segja ég meina, ég ætla nú þegar að break it down. Hvað slakað á? Hvað að þér? Herru, já, látt ekki svona vera ekki tveir fullandi menn þetta bara, herru. En, sko, break it down ég myndi segja að þetta væri, þú veist, hvað piss, þú veist, ef ég tek piss og svo kannski hitt eða eitthvað. Svo er þetta náttúrulega miklu oftar þegar þú ert alltaf að skeina þér. Já, en ég geri það nú yfirleitt bara þegar ég kannski reyna að nýta tíman, sko, þegar ég fer að pissa. Nei, núna er ég ekki að reyna að finna Stundum tek ég bara þannig, já. Þú fórst að skeina þér fyrir giggið ekki þér. Já. Þú varst ekki að kúka þér að pissa þér neitt á undan. Já, ég bara. Hvað ferðu oft á klósettið? Í stemningsmaður blöð, sko. Já, vá, þvílík stemning að skeina. Ég ætla að segja að ég myndi fara kannski 10 sinnum. 10 sinnum á dag. Gott gísk. Ok, þá er það næsta ef þú mættir bara velja eina sósu á matinn það sem eftir er, hvaða sósu velurðu? Ég þykist vita svarið þessu en ég ætla að sjá hvað það segir. Ég myndi velja hamburgersósu. Ok, ég ætla að segja koktelsósu. Það eru mér svipaðar. Er það ekki bara sama? Nei. Þú mátt ekki segja þetta bara svo hann velji ekki hitt. Nei, það er ekki. Þú ert alltaf góðan teilara. Þetta er ekki það sama. Ég er farin að kaupa, þú veist, ég er náttúrulega í átaki, er að reyna. En ég var farin að kaupa frekar hamburgersósu. Hún er að mínum að hún eiginlega betri. Og þá er ég að tala líka bara með fröllum og ég er mikill teilara maður, hún er í öðru setti, sko. Okay. En ég myndi frekar velja hamburgersósu því að hún virkar líka með svona alls konar mat, sko. Þú veist, eins og ég er að hugsa bara, þú veist, eins og steik og hamburgersósu? Já, því að ég má ekki nota piparsósu. Ég má bara velja eina. Ég get ekki sett piparsósu á allt. Já, ég ætla að velja piparsósu. Ég ætla að segja, ég ætla að giska á þetta. En Bennis? 100%. Þú myndir aldrei velja Bennis? Bennis er þetta gott, sko. Þú getur nota benna á allt, sko. En þú segir ég ætla að segja hamburgersósu. Ok. Hvað er Pítusósu er góð líka. Nei, mér finnst það viðbjöður. Ekki með það. Það er þess að óhollast á sósan, vissir það? Já, ég vissi það. Engin sósa er fitandi og pítusósa. Hún er geggjuð sann, sko. Aldrei fílað hana. Hvað er uppáhaldsrýmið þitt heima hjá þér? Og það er hún, eins og ég sagði Agli hérna aðan, það er Unnur Elva sem á þessar spurningar og ég ránaði með hana. Já. Hún hefur núna átt svona cirka 10 spurningar, þetta ekki. Ef við hefum ekkert að bjóða Unni að koma inn í þáttinn og stjórna einum lið. Stjórna þessum lið bara og við varum 3 að keppa. Herðu, hérna uppáhaldsrými ég veit alveg hvort að hugsa. Ég er ekki að hugsa neitt, ég bara vil fá svar. Ég veit samt hvort að hugsa. Þú vilt fá ákveðið svar. LAN-herbyggið þitt? Nei, uppáhaldsrými mitt í húsinu. Ég var að hugsa það, tölvuherbyggið þitt? Nei, það er gulur karrístóll. Svona karrígulur. Nei, þetta má ekki vera þannig. Þú þarft að segja bara, er þetta stofa, er þetta eldhús? Þetta er stofa. Stofan. Og þetta er karrígulur leðurstól sem að Sigrún var að kaupa. Hún keypti hann í góða hirðinum og mér var mein illa við hann fyrst hann kom inn. Ég svo hættum að vera pöttur í honum. En það er búið að, þú veist, spreyja hann og alls konar. Svona leður, bera á leðrið. Það konaði skulle geta verið með þér alltaf dagast. Já, það er challenge. En hann er svo þælur. Núna er ég seti í honum og ég fæ mér kaffibólla á mótnana, sest ég eins í hann og hann er í stofunni. Hann er svona í stofunni, slassin í eldhúsi því að eldhús og stofan liggur saman. Þannig ég er svona, ég sé bæði. Ég gef stofin þetta. Já, ekki. Jó. Hvað hérst þú að ég var að hugsa svefnherbyggið? Það með grunna að þú varst svona. Ég held að þú myndir alltaf að segja tölvuherbyggið. Já, minna það kemur stertið. Svo er þetta líka með píluherbyggið? Nei, ég er ekki með píluherbyggið.
Jú, ég var í pílu þegar dag Nei, ég er með geimslu, píluspjöld inn í geimslu Herru, þá það síðast Sorry Pílu herbyggi, það Það er ráðist á þig Hvort það má vera einn í bænum með ellendis Og þú mátt velja einn úr sögu F95 blöð með þér sem við hliðina þegar það gerist Hvern velur við? Við erum að tala Björn Braga, Sveppa, Pétur Jóhann, Hjöppa, Egil, mig eða, já, og Sóli var með okkur svona nokkra mánudag Þú hefur náttúrulega sagt aðra að þú myndir hlaupi burtu og skilja mig eftir Og það væri agalegt fyrir djúm Ég sagði að þú myndir sennilega gera það Myndu við báði gera það, spurði ég Nei, ég sagði, þú veist, ég get ekki hlaupi í burtu Ég verða að bara standa kýrir og Já, þau myndir ná þér En þú getur actually kannski stungið af Ég held ef ég er hreinskilin Ég held ég myndi ekki stingað af Jú, mig? Nei, ég er að tala ef þetta myndi gerast Það myndi ekki ráðast á þig Ég myndi ekki hlaupi í burtu Hvernig væri samtala okkar eftir það? Það væri skrítið, bara blöð, hvert fórstu? Það væri viðbjöður Bara ringdi sími hjá mig Herru, ég myndi sko, í fljótu hugsa ég Hjöppa Mér svona líður eins og Hjöppi sko, mér líður eins og hann sé ógeðslega sterkur Þú veist, hann er stór og svona hröstur gæi Þannig að ég myndi annarkvæmt velja Hjöppa eða Sveppa sem er smá svona Tasmania Devil og Sveppi myndi hoppa bara Sveppi myndi býta menn í punkt Nei, ég fer ekkert eins og inn í myndina þér Nei, ég er langt sko, málega, ég held að Sveppi myndi býta menn í hálsin og pungin og nefið og hann myndi svona brjálast all-in Ég hugsi velja Sveppa Já, þetta er rosa tætt á milli sko Hjöppa og Sveppa Ég hugsi takki Sveppa því að út af sturlunni sem hann myndi koma með inn í þetta Passaði, nú kemur Egil inn Hann að við skulum bara ekki múk ætti að ræða þetta og þá þarf ég að setja hérna upp maður sjá Egil Steindi Hvernig fór síðasta keppni, munum það? Ég ætla að vinna Egil er búin að vera helviti segur Ég held að þú er unni síðast það? 2 eða 3 vikum Ég ætla með þetta dokument Ég ætla bara að tegja mig tíma að finna þetta Nei, það er öllum sama Af hverju ertu með þetta dokument? Ég veit það ekki. Fara hér í Ég byrja á þér Egil Ég spurði Steinda hversu oft ferðu á klósettið á dag Já. Hvað var svar hans? Og ég ætla að hafa þannig sá ykkar sem er nær Ef þið náðu ekki réttu fær rétt svar Sko, út af því að á klósettið á dag Nú þarf ég að segja sko Höllir, þá er ekki að tala að hann sé endilega að míga eða hæja sér En eins og ég sagði við hann náttúrulega er að skeina sér reglulega Já, þá er hann ekki að gera það 16 klósettið gerir niður í sig Næst sér í pappír og stríkur yfir rassinu Ég sest ekki í skeinunum Stendur? Það ég tek standandi skeinur Ertu alltaf standandi þegar þú skeinur? Í auka skeinur Þegar ég tek stemningskeinu þá tek ég hann standandi En betur hvernig virkar það? Stendur upp brettur, alveg upp brettur Beygir þið niður? Eða ekki raskinnarna fyrir? Ég er ekki alveg upp Það er ekki að fara í djúb og nebuðstöðu Stenduru og beygir þið bara eins og strútur og skeinið? Nei Hvað gerir þá? Annars er rassin fyrir? Hef ég aldrei tekið ykkur með í skeinu? Nei, það var ég ekki alveg að taka Ég skal bara kipa mig með Ég er persónulega gaman að sjá þetta Ég skal sína ykkur bara setna ok Þetta er ekkert saglust sko Það er klósettana Þannig að það er ekkert vesen að setjast Samt stendur Ég er haldið En þú ert að kúka Já, sit ég Herru, hvað segir þau? Þetta er brand new info Talandi þessar vegar Af því að ég bara með ánæglegar heimildi með þetta Er að það er að koma í ljós núna að svona 50-50 lið stendur með að skeini sér eftir hægðir sko, þá er ég ekki að tala stemningskeinu Ok, það er rosaleg tölfræðinni svakalig nú ætla ég bara að skora á vinahópa það bringur upp í næsta matabóði helmingurinn gerir þetta standandi sko. Að hvað? Skeina sér standandi Þú sest á klóstið, hægir stendur upp og skeinir stendur svo upp og skeinir að standa allan tíman, þú veist, þú ert ekkert sitjandi í Þetta fólk er eitthvað rugglað þá Ég er bara að segja að það er bara helmingurinn í þessu Það er ekkert helmingurinn Egil, hversu oft verður hann á klóstið? Ef það stendur upprættur, þá klemmast raskinnarna saman og Nei, þá verður það veintilega að beygja þig fram Í nefbeigju Nei, eða bara svona, fattur þú? Það er eins og strútur En þú veit að þegar ég er minni í stemningskeinu þá er ég ekki búin að gera neitt sko, ég er að fara inn í þetta bara clean sko. En þú sagði mér ekkert að þú ert alltaf út að skeina svitan og rassinu. Nei, það sagði ég aldrei. Nú kallar þetta ekki svitaskeinu? Jú, þetta er kallað það. Kallað það? Þú ert einu sem gerir þetta? Nei, já, fullt af fólk sem gerir þetta. Ég hef aldrei heyrt þetta frá neinunum að þér. Nei, þú ert ekki í þessu. Við erum í svona samfélagi. Nei, bara þegar ég er að labba og fólk eða komið smá glas í fólk, þá kemur alveg liðið að mér og segir, ég tengi alveg þess að skeinu. Facebook-grúpaði? Nei, ekki Facebook-grúpa. Svitnar mikið í rassinu?
Sko, ég svitna mjög lítið undir höndum og svona, ég svitna aðalega svona undir fótunum og svona kannski aðeins þar já en svona Egill, hvað fyrir að nota klósett á dag? Nú er ég að taka allt í reikningin Þú veist, þegar hann þarf að hægja sér og þegar hann þarf að pissa ofan á þessar random skeinur sem að fullt af fólk gerir í stemningsskeinur En ekki fara að reyna að vera eitthvað trúður Nei, ég ætla að vinna þetta Ef ég segi 30-40 þá tapa ég þetta Hvað er svarið? I'm going for the win 12 Ok, þú varst ekki langt frá því Steindi, hversu oft fer Egill á Þú varst klósetti? bara helviti nátt Þetta er alveg óþægilega nálægt Ég þarf að vera helviti ekkurinn núna Hvað fer Egill oft á Af klósetti? því að máli ég ætla að lesa hann bara eins og opna bók Af því að hann skellti 12 skiptum á mig þegar hann tók inn auka skeinunar og allt vesinni Þannig að ég ætla að mínusa þetta allt Hann er með lærið tölu, ég veit það Þannig að þú veist, en hann kannski sko málega, hann alltaf að þjálfa mikið á daginn hefur ekki tíma alltaf að vera alltaf hlaupand og pissi eitthvað hann heldur Ég ætla að segja hann sem er fína blöðru, fína partyblöðru Ég ætla að skella 7 skiptum á hann Það er jættöfli, það er 5, það munaði 2 og það var 10 Það munaði 2 hér báðum Ferðu 5 sinnum á dag? Hvoru fæst stig? Ég sagði 5-6 sinum Ef þú getur þetta annað hvort, þá erum við rétt Já Ég sagði 6 En fyrst þú náðu hvoru þá var engin stig En ég sagði þið blöðan, ég er ekki að telja, ég var að giska Telur þú? Mér langar samt að segja eitt að ég var að fá skilaboð núna á Instagram Rétt í þessu Frá Hjaltageir Hvað ertu að gera á Instagram í miðri keppni? Já, þess kom bara svona og pinga, ég sá það bara akkurat Hjalta Úrsus? Nei, Hjaltageir Og hann sagði, Öddi sagði í síðasta þætti eða þar síðasta þætti Hann tæki stundu síðustu skeinuna standandi Hann er bara að segja það Þetta er the fans er á tánum blöð Nei, en ég er alltaf ekki að kúka og skeina með standandi Við erum ekki til því, enginn hér Þú sagðir að helmingu fólks gerði Ég er eini af okkur þrjum sem sitt Við viljum að fara í næstu Steindi, ég spurði eiginlega mætti bara velja eina sósa sem eftir er hvaða sósa var fyrir valinu honum En nú aftur ætla ég að lesa eins og bók Ég hata hvað að lesa mig eins og opna bók Mér langar að segja að hann velji bara tómatsósu af því að hún svona hendar rosa mörgu En hann er mikill steikamæður Hann elskar ekkert meir en steik og rautt Þannig að ég ætla að segja að hann hafi valið piparsósu Það er rétt Yes! Það komið stig Ertu snilling? Á Steinda Ég spurði Steinda sömu spurningu hvaða sósu vill Steinda hafa Já, núna er þetta trick question Þegar ég er með pre-átakstóni Post-átakstóni Ok, ég ætla að gefa þetta er bara pre Þetta verður að vera Og því hann er nýkomin í átak Og hann er kom bara með eitthvað harðasta matara sem ég séð Þetta er Það var svo pre-átakstóni Maggi Bess 3 vikur í mót matara Ég heldur séð svona matara En ég sagði þér því ég datt að vagninu daginn og stress Já. átt 5 Marilandkökur Það er mannlust Það kemur fyrir Þannig að ok, þetta er gamli góðu stóni Já Ok, þá hún alltaf Sko, hann er alltaf Hann finnst ekki gott að borða Þetta er kottsósa, Taylor, kottsósa Ég held það líka, hann vildi meina hamburgersósa, svipalsósanas Mér finnst þetta pínu skrítið svari á hann Ég held alltaf að þetta veri Taylor Hann talar Taylor alltaf En máli er að Er það ekki sættilega sama Þessar sósur eru það svipað Stig, þetta er stig Ég er alveg til að gefa hann stig Hver er munun á Og hamburgersósa er aðeins svona bragð meiri Já, veistu hver er munun? Hver er teknikli munun? Það er aðeins öðru sem Eitthvað okkur að hlusta sem getur útskipt munun á Taylora og hamburgersósu Ég myndi segja að hamburgersósa hún væri sætari Já, hún er sætari, ég er sammála því Herðu, en það er ekki eitt Ég spurði, ég ætla að fara að byrja þér núna Steindir er góð skapið þetta, vanlega gefur hann Nei, ekki já, svona gefst ég er bara til í þetta Hann er nýr Call of Duty Stutt í höllina, Call of Duty, hann er að fara að hósa í rauðvinni kvöld Það er uppálsir í með að Steinda heima hjá honum Shit Ok, sko, þetta er Ok, nú þarf ekki að segja á tónum Sko, málið er að hann hefur helviti mörg rými til að vinna með hann Og það er það sem er vesenið mitt núna Sko, hann elskar að dúlla sér í eldhúsinu Hann er verið í eldhúsið og opnar örbylgjöfnin Svo næra sér saltstangir og dúlla sér Og ég valdi að sé svona lofthæði í einu eldhúsið Það er pre-átak samt, ég ætla að minna það Saltstangir sko Svo er hann með the gaming room Það sem hann lokar að sér, setur sér headphone-in Sæna sér út Það er það í kvöld En svo er hann með skeiðvöld Og ég veit hún að okkar manni leiðist ekki það í einu sekund En síðan er sko fjórða locationu, það er potturinn Það sem að það sé rauðvín og beinstorm Og þú veist Og þetta er, ég er í álfuru vesið Ég veit að hann elskar þessi 4 location undir lífin
Okkar manni leiðist ekki í sekundi. Og hvað? Skeiðvöllur. Það er ekkert verða en að kalla svefnherbyggi skeiðvöllur. Það er rosalega svakalega 2001 eitthvað Sko, hann myndi aldrei segja skeiðvöldi, þekki minn mann, stróku það bara beint út. Hann myndi ekki segja eldúsið, hann er svona meira in and out job þar. Þetta er gaming room eða potturinn, alveg 100%. Þannig að ég var sko, hann er brainstorm og raukt eða gaming. Hvað ætlar að segja? Þetta er bara 50-50 bet. Gaming room. Stofan, af því að það er eitthvað karli gulur stólla Það er í stofunni, hvað er í stofunni? Hvað er þetta? Ég hefði þeirra eigin sagði það, elskar ekki pottin meira en hennar stól. Þú veist að 90% Ég aldrei segja, tala um hennar stól. Fólk eigði 90% tíma sínum heima á sér í stofunni. Hvað stóll er þetta? Það er bara Ég veit ekki. Luxustóll. Er það ekki mest í stofunni? Já. Hvað ertu meira? Bara inn í Já, það þýðir ekkert endilega að manni líði best þar. Í stofunni? Ef ég ætti pottan En þú fyrir brainstorm Brainstorm í pottin? Ég hugsaði það ekki með í áðan. Hvað er uppástaðun hans Egils heima á honum? Hvað líður honum best? Sko, með þessu hörðu viðbröð þegar ég tók stofuna sem ég held að væri nú alveg bara frekar basic svar sko, þá veit ég að það er alltaf ekki hjá honum þannig. Hvað ætlar að segja? Það er alveg 100% ekki stofan hjá honum. Það er svakalega hörðu viðbröð sem ég þekk maður. Nei, það var, ég held líka að þetta væri gaming room eða kannski er það bara hjá þér. Já, ég gerir kvöld og þú fara game og fara red. Ég ætla að segja Nýja Call of Duty. Ég ætla að segja að hann siti við eldhúsborðið. Hann er í tölvunni þar, hann drekkur kaffið þar og hann er mest þar. Nei, það var stofa. Tjóður er leiðli. Það sittur í stofunni með kaffibotla og meilin. Gáttu ekki dæmt mitt svar, það er eitthvað meira. Þá er það er ennþá 1-1. Já, pakka saman handa þinn. Þetta er for the win. Spyrillin var komin með í lið og að búta mér. Úrslita moment. Ég spyr þig Steindi, Egil er stattur einhver staðar, það er ráðist á hann, hvern úr sögu FN95 blöð vill hann hafa við hliðina sér? Sko, hann alltaf vill halda því fram að ég sé svo góður í gólfinu því ég fór okkur 30 jiu-jitsu-æfingar því ég var 16 ára. En svo náttúrulega þú veist, máli að eins og ég hef sagt að það er margir sem komið til grein í hópnum sko, en ég held hann hafi valið Hjöppa. Rangt hann valdi þig í gólfinu. Þeir eru tíminga upp á mér. Nei, hvað meinar? Ég valdi þig. Ég sagði ekki neitt. Hann valdi þig. Einu sem tala um hvað góður í gólf. Egil, þetta er for the win. Hvern vill Steindi hafa með sér ef að ráðast á hann? Steindi þekkir þetta upp á 10. Þú veist, þetta Octagon, UFC, fighting, hann veit alveg. Rosa kartalöð eins og verð. Já, það var eitthvað sem að senda mér með að það vildi fara að fá auka þátt frá þér. Herðu, sko drengir, ég gæti helviti latum með auka þetta. Ég gæti þurft að hendi í UFC og hotni því að þetta stefnir í besta kart í rauninni ársins bara. Og vestið í steinum, smíðið seðil, allir elda. Ég reyna að finna út úr því. Ég myndi halda að Steindi hafa farið í eitthvað svona, hann er ekki farið í Pétur Jóhann, hann er ekki farið í eins bara ég elska Pétur Jóhannes og bróðið minn, það er náttúrulega enginn valið Pétur Jóhannes. Hann er bara léttur og hann er góð bílstjóri. Já, hann er ekki að fara að slást. Hann hefur valið annarkvæmt mig, Hjöppa eða blöð. Það er bara staðan hana. En spurningin er, fór hann bara í þungam, fór hann bara í þyngdina, því Hjöppi þingstur á hann, eða fór hann í, ég tippa á að blöð er alltaf léttar en ég og Hjöppi. Þetta er milli mín og Hjöppa, myndi ég halda í þessu mómenti þarna. Ég tippa hann að valið mig hann. Hann valdi Sveppa. Nei, sko, málega það var fást. Ég ætlaði fleiri stig. En málega Sveppi myndi bíta menn og hann tekur sturglun. Ég fætt sturdy, sko. Ég viska það í svona moment. Já, það er eina sem virkar. Þið bíti menn á bar. Já, þið fengum báðið punkt. Til ykkur með punktin. X. Skuldum auglýsingar. Það er löngu síðan. Stórmeistari. Spurningkeppni Gilsarans og svo erum við að fara í klefa sem er hverfisklúbbur. Já, sjálfsögum. Er FM 957. Þetta er eitt gamalt og gott hér í FN95 blöð, Dead and Gone. Það sem ég fannst þetta lag flottir að koma út. En drengir, erum við að fara í þann dagskalið sem að hræðist mest hér í FN95 blöð og það er spurningkeppni Gilsarans. Já, má ég svo velja, við förum í keppnina, má ég velja lagið sem við förum í
þú fer beint úr og ítur á græntakkan og skellir á mig hana í lokin. Að því í stuði þá máttu það. Thank you sir. En sko, hérna, það var ein spurning sem ég breytti á Unni. Unnur Elvar sem að sendi hérna, ég þekki ekki. Hún er frábær. Já, hún, ein spurningin átt að vera, hver er besti dagskrárliður í FN95 blöð? Mér langar eiginlega bara svolítið að spyrja ykkur áður við förum í spurningkeppnina. Hver er besti dagskrárliður FN95 blöð ykkar mati? Sturlaður. Vistasti. Hann er vistastur, já. Já, ég er með það sama, Sturlaður. Sturlaður staðrendir. Hann hefur verið í 14 ár. 14 ár. Einu sem hefur ekki dáið, eða slúður hefur alltaf verið lengi líka. Ef ég ætti að taka frá upphafi, þá held ég að Brjálbryggi sé besti dagskrárliður í sögu FN95 blöð. Já, nei, samt Já, ekki. sko, hann er bara allt og lítið. Við þurfum að fá hann oftar, sko. Það bara er þetta að ná í hann og... Já, það kom nú smá Brjálbryggi í trailernum sem kom á hérna Banna að hlæja. Já, það trailerinn á Banna að hlæja kom inn á vísi.is í dag. Það gladdi maður að sjá það. Gilsari, kemur nettur brjálbrata á vísi. Góð trailer. Herðu, þá bara fáum við spurningkeppni Gilsana sem að, herðu, hún er nú, hvað heldur þú sé búin að halda marga keppnir? Það er rótan nokkra maður. Það er dokumentað. Sko, já, pottið. Ég hefði ekki að spyrja. Nei, skilur ekki máli, ég var bara það er bara geggjur spurningi, það er ángríð sko. Heldur þú að geta séð það bara? Ætla að sé ekki svona 50 sinnum. Nei, bara hvernig Þetta er svona 400 spurningkeppnir. Ég bara veltaði fyrir mig hvernig ég byrjuði með þetta. Hörðu, Guðminn almáttugur. Hvað? King of Healthy Lifestyle var 2. október 2015. Já. Þetta er þá búin að vera heldur lengi. Já, þetta eru... Ég ætla að búin að vera með þessi keppni svo mestlega 2-3 ár. Það er að vera 10 ára gömul keppni. Þetta er búin að vera með King of eitthvað í þessu 10 ár. Já, og alltaf með nýja spurningar sem er ótrúlega. sko. Tjóðan er að rótir þessu. Mér veist ég til að fá sko velun fyrir það án grín sko. Já, það er bara, mætti taka þetta í greina. Ég vil þetta búin að leik King of Single Life á 22. apríl 2016. Hvaða spurningar voru í King of Single Life á þessum tíma þarna? Stundar líkansrætt til að vera hot piece of shit er þetta. Já, frábær spurning. Sýnt ég að vera aðeins harðari hérna og þessu tímaðin í dag sko. Ertu búin að hrista einn í dag? Já, það er bara nýjastu. Sko við erum að detta í gömlu kærnina síðan sko. Nei, alls ekki. Það eru gamlar for a reason. Hrist einn í dag? Nó óþægilegt í dag. Það er nei á alla hérna í dag það er ekki búin að vera ykkur rugl í dag. Nei, staðfest. Það var skritið, erum við ekki búin að vera allir saman í dag bara? Ég fór ekki inn og... Hittust þið ekki bara 10 morgun? Ok, sko, ég er með King of Voting. Já. Út af því að það er alltaf hliðin í dag. Út af það er kostningar eftir korter. Við vorum bara fundi áðan með Sverri Bergmann sem er í þriðja sæti í Suðvestur kjördæmi og... Já, hann er bara hún alþingisbæður, Svessi. Og hann er bara ekki orðinn. Hann gæti orðið. En núna þarf hann að berjast sko. Nú er Svess komin þá á þann stað að auðvitað vita allir hver hann er. En ég menna, nú er hann bara þarf að fara ná í aðkvæð. Hann er að fara að keyra bara. Hann er að fara á Höfni, Hafnarfirði og Selfoss. Við vorum að segja bara að syngja þegar hann mætir. En það sem Svessi þarf að gera núna er að fólk þarf að vita fyrir byggðu. Gói, taktu fyrir munnin að þetta. Þetta er ruggla. Jesus, hvað kjæft á þetta maður? Heldur því sem er kóvæta. Hvað er Sverri Bergmann? Það þarf sko, það er með að segja. Nú þarf Svessi að fara að gera Facebook statusa og byttu. Hvað? Herru, byrjum bara á King of Voting. Hann er í slappast allir upp þetta bara. Sverri vil segja þetta í söðu kjördæmi. Fólk veit ekki hvað. Og í fyrsta sæti, það er Víðir. Já, Víðir í sko, spyrir söðu kjördæmi. Þetta er alveg frá Reykjanesbæ. Þetta er Selfoss. Þetta er álfuru location. Þetta er Vestmannaeyjar. En sko allir í Vestmannum elskar Sverri Bergmann. Hann er örugum með... Hann á bara að fara þangað og taka nokkuð þjóðatílu. Ég meina að fólkið á Höfn er í sama kjördæmi. Hann ætla að breyta það sem hjarta slæði bara kjósi Svessan. Förum í spurningkeppni. Má ég segja eitt stakar áður ekki það fyrir Svessan sko. Því að mér langar svo að Svessi komast að þinga. Því að fólk þarf að átta sig á því Svessi er því geggjaður. Þú veist, hann er þið geggjaður. Nú er ég til að sjá Svessa hendi svona langan Facebook status sem eiginlega enginn enn að lesa og svona, mér langar að gera þetta og þetta og þetta og nú það Svessi svona, þú veist, fyrir hvað stendur Svessin, skilur við, og núna erum við erum að fara inn í það era hjá Svessa, sko. Já. Er það ekki? Spurningkeppni Gilsans. Yes. Það er King of Voting. Já. Og það tekist kostningunum. Já. Ég er ekki að spyrja ykkur hvað þeir var að kjósa. Eftir að semja þetta staðnum. Ég mátti bara ekki heyra nafni Víðir, þá fekk ég kóð. Ég er með 20 spurningar að kortaðin er í 8 vætna og kýstu að vera alltaf seinn. Nei.
Jú, þú kýrst það Ég kýs Báðir nei. Ég kýs ekki að vera sein Af því að Ég keiri vittlausa leið Nei, þú bara kannski 100%. alltaf mættu á réttum tíma en þú hittir yfirmanniðin Þannig að þú getur verið á réttum tíma, þú kýrst að vera sein En Þetta er sko, stig einn punktur Sko, daginn fórum á Celsius-ungtum með Cosmic Vibe þá vorum við að keira, vorum sikkur á bílnum þú keirir skrýtna leið ég fatt að þá, og við vorum að leggjast á sama tíma Hagkaup, Garðabæ, allum hittast þar ég og Blöð vorum mættu svona 7-8 mínútum undan þér ég fór vittlausa leið Hvert keirir? Ég keiri bara einhver Hann náttúrulega sér ekki Nei, hvert ferðu? Bara eitthvað Ég begi bara einhver staðar og svo hugsa ég af hverju var ég að beygja Hefur Google Maps? Já, ég þarf að gera það En ég keiri bara stundum ég bara eitthvað að pæla, hugsa, hlusta eitthvað og svo keiri ég bara einhver og ég veit stundum ég bara einhver stað sko. Ég er bara svona það sem ég held að sé máli hann ok, auðvitað er hann tímaskinnið er auðvitað ekki frábært eins og allir vita en ég held að sé líka blanda því að hann keirir hrikalega leiðir Já, ég vil samt meina hann eiga fór steg hann kýsa að vera sein, það er eiginlega bara staðfest 0-0, sko, ég get alltaf ekki sagt Steinda hvað hann á að Ég er stöði þegar megið setja með stíð Nei, neða, nóg eftir Þú veist alveg eftir öll þessi ár þú getur alveg byrjað að taka þig til kortir fyrir og vera á réttum tíma sko. Það er eitthvað Hefur labbað inn í kjörklefa og tekið smekklega kóriógraf frá mjög huggulega lim Nei, aldrei, ekki gerst Hefur eitthvað gert það? Það held ég Já, ekki flippagæðir eru mikið í því sko. Nei, það er eitthvað sem skeit á seðilinn Nei, þeir haka í hvað þau kusu Svo eru þeir með seðilinn og penismynd og send og félagann Þetta er flipmynd, þetta er mjög algjönd Ég hef aldrei fengið svona Ég fatt ekki hvað þetta er algjönd Ég hef aldrei fengið svona sent Ég er til í gott flip en ég hef ekki tekið þetta flip Þetta er svona Richard, þetta er svona Richard Green Hann var alveg víslega að senda þetta okkur félagann og ég veit að hann kann að meta þetta og hann er ekki grínisti En við höfum ekki Kistu að vera alla daga Hvað er að gera stegar þetta? Ekki neitt Akkur lestu svona? Hvað gerir þetta? Þú varst að æla næstu í þetta? Þetta er svopa, ég er búin að losa í fokkin dollinu Herri, áfram Það gleður mig Já, áfram Hvað var í dollinni? Skilt ekki máli Herri, áfram Ekki losa í doll Nei, ég veit Það myndi gleðið með Blöð myndi æla núna sko Hann er að fara að æla Nei, ég veit Það eru kamerur innan Við eigum þetta móment sem við veist hörðu Yes Það eru kamur Þetta er til. Við klippum þetta Já, þetta var ekkert eitthvað rosa búm Kistu að vera alla daga completely bald Nei, ég kýst það ekki Ég er það Þú bara kýstu það Ha? Þú kýst það Kýst Hefur það? heilt Tyrklandi Þú kýst að vera Jú, þú getur Ég er bara sköld Hefur heilt 2M og Tyrklandi Þú getur skellt 2 á Tyrkland í farið þangað eða þú getur sko safna í Þú Ok, kýst ertu að segja mig það Kýst þú á hverjum degi að vera með hár? Já, auðvitað Því að ég get skafað af Og þú getur Nei, ég get ekki fengið hár Jó, Tyrkland 2M Þú ert með fullt af hári Og Blöð, you have that kind of cash Þú ert minnst sköllótti maður sem ég þekki sko Hvað meinar þau? Því að þú ert með svo mikið hár Nei, ég er alltaf bara með kragan hann En þú ert með svo mikið hár upp á hausnum Finnst þið þetta mikið? Ef þú safnar aldrei Nei, það var ekki Herðu, ok Ég heldur sett faking it Nei, þetta er eitthvað bílaður Ég fann að Sátt með myndirnar fyrir Júragarðin Ég fann að gruna það Ok, það er ennþá 0-0 Kýstu að vera ekki fjölbýliskómur eins og Gilsi Greinlega Já, Ok, loksins eru komnir á blað Kýstu að gangi venjulega boxer eins og loser Almatur Ég vil þetta steikt maður Nei, Já, er það að tala um að við sem ekki að gangum í Versace Mér finnst það bara Mér finnst ekkert lúser við það að vera í vennilegum boxernarbuxum Bara ekki neitt það er skrítið Eins eðla Þeir eru Má sjá, báðir í hver ert þú núna? Ég skal veðja upp á allt sem ég á. Þú ert ekki Versace og ert bara allur kjafturinn eins og alltaf. Má sjá, startu upp, sýndu mér nærbuxuna Þetta er svolítið eins og þegar Steindi með pening frá helvíti. Sýndu mér. Það þýr ekki að setja hann undir honum undir rúkuna. En má sjá þess að ógeðslega flottur Versace nærbuxuna. Segir þú við Björn Braga, ég getur betur, hörru, sýndu mér nærbuxuna þér. Nei, Björn Braga er með eðlilega spurningar, ekki þú. Má sjá, í hver ertu? Sýndu mér Versace nærbuxuna þér. Ég er ekki yfirherslu hér. Nei, þú ert í venjulegu nærbuxuna eins og allir aðrir. Ég finna við fáum að reyna að spila eitthvað stærri en það er, það er bara óþægilegt. En fáum við ekki báði punkt þarna vantilega? Það eru bara allir í boxernærbuxum. 2-2. Ef þú yrðir að velja, bara yrðir að velja, hvað myndir þú velja frekar? Hlusta á tuð allan daginn eða túa? Hvað meinar þau? Ég skil ekki. Segir valmöðuleika Segir valmöðuleika sem þú getur valið um hana. Hvað? Þú gætir actually samt núna verið að tala um þá hún er bleið með mjög vinsælt podcast. Er að tala um podcasti hennar? Er að tala um þetta hvað þetta þýðir? Nei, bara hlusta á tuð allan daginn. Það er bara einhver tuð, ekki tala um frúna, bara einhver. Eða podcastið eða hog tuða.
Já, sem þá væntalega hitt sem þú ert að tala Ég er ekkert alveg podcast eða Nei, þú ert ekki að tala Býtu, hvort kýst og hlusta á allan daginn bara, Tuð ég er að tala það, þú ert bara á bar Allan daginn eða í eitthvað, því. og það er bara tuð í þér allan daginn tuð, non-stop tuð eða hog tuða Ég myndi ekki nennan því heldur Þú gætir Hvað heldur nennan að hlusta á eitthvað tótt allan sólarhingin? Nei, ég er að tala um að fá hog tuða Já, ég myndi ekki nennan því allan sólarhingin sem að geta tryggjandi 4 minna koncert sko, ég tala um því allan daginn sko. Já, þá tekið það nú Ég tala um þessi allan daginn, tuð er allan daginn en hog tuða er kannski bara það veldur á ykkur auðvitað hvað það er lengi Nei, sko. þá er þetta mjög létt Já, þú Þá ert tekið ekki seinni að tala um að það sé allan daginn Nei, bara hvað veldur á þér? Já, hörru, þá tekið það Þá vel ég ekki töði Nei, nenni því ekki Hvað er þetta báður? Ok, veldur þið báður hog tuða? Já Hætt að segja þetta orðum að gerða Já, ok, ég bara- En hætt þú að segja hann að hætta því Já, Þá heldur hann svo áfram bara Haldur áfram, heldur áfram Ok, 3-3, this shit is going straight down to the wire Hefur þú kosið að elda gælu gegnum alla kringluna því þú varst horny? Nei Steindi, nú getur stólið Út af því að þú tókst King of Voting fyrir 3 ára síðan En svo Þú ert greiðlega king of voting Steindi, þú vilt getur unni 2-0 2-0 King of Voting Ég veit Takta ekki Hversu Hversu oft þarf ég að taka hana punkt Ég er bara að fá hana punkt svo oft Þetta er sami punktur, ég fæ alltaf Steindi, loka þessari kettin Back to back King of voting Stefán Róa Stefánsson Til lukku 4-3 Topp tónlistarstöðin FM 957 Fyrirlusta hér á FM 957 á FM 957 Þetta er hún Sabrina Carpenter með Espresso En við erum komnið með góðan gæstninga í stúdíóið Það er okkar besti maður Gemil eða Guðmundur Emil, vertu velkomin Velkomin og sælir. Takk kærlega fyrir. Hefur þú komið áður? Ekki til ykkur. Nei, ég er til í fyrsta skipti. Þetta er rísa stórt maður Gaman að fá þig Egil kallar átt litli gilsi Lilli Gilsi Heiður að fá rosalega hangast við Lilli Gilsi nú ángrín sko Já, þetta er ára á vex. Við tökum áhættur, við erum að leika okkur. Hlindu upp á tilhöruna sko. Af því að við erum í útvarpinu ekki sjónvarpið þá er þetta að útskýra fyrir hlustendum og þú ert með svona fléttur í hárinu Já, hvít skegg. Já, aflitaða fléttur Já, áður en ég verð sköllandi sko. Ertu að missa hárið það? Ég veit það ekki, ég er detta alveg mörg sko. En ég er að gera mitt allra besta að verða ekki sköllandi sko. Bara infrarætt Bara berjast fyrir því Berjast fyrir hárinu Já, við erum að Sturlu berjast. staðrind, ég man að þú varst eins og með þetta Því meira sem þú hefur ágjur að því Já, því þá hraðar hraðar ferða. ferða Það er þannig, ég lendi í daginn sko. Nú er ég hættur að ágjur að þessu Bólan og Já, já. kjöti og eggjum og bara Ég veist að falli eftir alveg helmassaður með skegg og muscle Það er líka Nákvæmlega. gott lúk sko Já, og Ef þú bara, skildir missa þetta hárið er eins og Jason Statham sko. Svo bara það er sköllótti maður hérna. Þetta er ekki heimsendir sko. Við talum bara um eins og maður sem sé að deyja Það er allt í lagi sko. Já, Það er ekki ágjur. Bara Eitthvað, vonum það að besta. var að koma út nýtt lag En mér langar svolítið, þú komst nú í fjölmiðla daginn Og kannski ekki eitthvað sem að við spurðum hérna áður við byrjum viðtalið hvort við mættum að ræða Shit það aðeins. happens. Já, shit happens Það er, hvað hérna maður þykist nú þekkja söguna að þú varst hlaupandi nakinum á þjóðveginum Já, ekki hlaupandi nakin, ég var svona aðeins Lappandi Já, mér leið smá sko, ég náttúrulega var ekkert Guðmundur Emil hana sko. Nei. Ég var bara, hvað er að gerast, hvað er ég? En þú veist, þá kannski leið mér eins og Thor þegar hann var að lenda á jörðinni sko. Þá var hann Það er að tippinu rosalegt. En Það hvað verður góð tilfinning En Thor En hvað verður til þess að allt þetta gerist? Þetta er, þú varst að taka einhverja sveppi, las ég? Já, ég var svona að vera í hugleyslu sko. Já. Ég ætlaði bara að fá svörum við öllu og tala við Guð og bara verða betri maður og Og bara hvar, má ég spyrja, hvar ertu að þessu? Það var einhver kofi hann að hvað er þetta? Með fullt af öðru fólki sem var að gera það Nei, saman ekki fullt af fólk Sko, ég er að- Þetta átti bara að vera private Ég er nú mikið af fólki sem er að tala um að taka psilobin og sveppi og svona sem bara hérna, sem parta svona meðferð og þetta er alveg viðurkennt í dag og þetta er, en máli er að síðan er spurning að gera þetta einhvern veginn rétt og svo getur þú spólað yfir þú tókst aðeins meira amount en the average Joe gerir það Gæti ekki verið sko Þetta voru 5 grömm sko Og síðan kom Það er ekki gæinn sem og fíll myndi taka 5 grömm Jú, og hann let mér fá sterkasta kakóa sem ég fengið sko. Hvað er kakóa? Hvort er með skýrslu aðtak? Það eru fullt af kakóperrum sem fara svona í hugleislur Já, sem drekka kakó og taka hugleislu saman Svona 20 manns eða eitthvað Og þarna var bæði í einu sko Og það var alltaf mikið Hann er En hvað, þessi einstaklingur sem að er að láta, veist, vissi hann ekki bara, heyrðu, þetta er alltaf mikið eða var bara Nei, og síðan kom hann upp að mér og gerði svona, tók utan mig þegar ég var búinn að taka sveppina sko og svona 20 meður, þetta var að kikkin bara ef þú stendur upp og velur eitthvað rugglaður þá bara svona,
íti ég í því og segi bara hei, sestu niður og þá ég bara, byrju, hvað myndir þú veist, það var svona ég vona því að gera, það var að gera ráð fyrir því að ég myndi fara upp og vera eitthvað rugglega hann ekki að fara að íta, gefið sér beigir 2.20 á kjötunum fyrir hátegi sko, íta honum eitthvað niður, þú bara færi ansbrótu götu labbordum allt á þessi gæði ekki verið með þetta in check magnið og þetta ég eiginlega, hann ennþá með þess license þessi meistari? Nei, ég held ekki, hann að byrja í því sko ég er ekki löguleg mér langar samt að segja við ef þér hefur eitthvað lið illa út af þessu að hei, mönnum verður ámaður og bara ekki pæli í þessi eina sekundu Nei, þið sendið náttúrulega á mig og þið sendið á mig að það var bara hei þetta er bara upp og sko, þú mátt ekki gleyma því að ég og Sveppi vorum að gera þetta á launum bara í auðvitað og Sveppa sko, að hlaupa nakinni í lögu ég þurfti ekki Sveppi til að gera þetta sko. Jú, ég þurfti Sveppa ekki Sveppi Nó að heita Sveppa og það var ekki að seipa En hvað, bara hvernig ertu í dag? Ertu ekki ferskur? Bara aldrei verið betri Það er bara fljúandi góður Vikingaþrekið Ég er að sjá alltaf, þú ert með vikinga þú ert að hlaupa upp esjuna byrjar ofan, það sjálfsög þú verður að koma með ég þarf að taka tíma þér, sjósund og fleira hvernig, nú ertu bara að byrja með prógram og vantarlega fullt af fólki byrja að koma og gengur þetta ekki vel? Algjör veistla sko en það er alltaf erfitt að úti sko það er ekkert fyrir alla Ertu að fara að taka þetta í vetur líka úti? Já, sjálfsög Það er ekki neitt annað Þetta er ekki fyrir hvert sem er að ég er bara valla, ég tek sprettin út í bíl á mótnana og búin að príhita með appinu og þessi 7 sekundar gluggi því ég opnaði hurðina heim og hleyp út í bíl það er 7 sekundur dagsins, ég er ekki að hlaupa jesinu upp bera ofan sko og þetta harðar enn venjulega maður Gemil sko Já, ég þarf að gera þetta bæði sko lifta inni líka, ég er náttúrulega að þjálfa fólk líka inni ég þarf eitthvað smá auka sko það er líka dópamin í kuldanum sem kemur fram í laginu sko og það er bara, mér líður vel Þú ert svolítið svona, maður finnur það þú ert all-in típa Þú ferði all-in þegar þú ferði í eitthvað Alla leið ég fíla það sko. Við vorum að rifja upp, við sáðum nú einu sinni hvað var þetta ekki í Tallinn eitthvað þegar þú varst á sviðið með gig það er bara besta sviðsvaran sem ég séð á það var alveg tók þetta allt upp maður það var að öskra menn voru í gýr Ég meina þetta var svona 30 manna partí drullu erfitt gig að vera með eitthvað stemningu 30 manna partí þú reyfst bara nýtt raskat á þetta það er alveg ríkika stemming þú og Netan við vorum hann bara pari í kongan þegar fólk mætir að sjó með þér þá á það ekki vona á bara þú að flytja lögin þú ert á fullu, þú á sviðinu þú ert að taka æfingar og arbeig og hoppand út allt vinna lið á og við eigum þetta allt skili sko. bara að besta bara give me more, bara thank you það er líka góða bara við þú ert svo nettur og almennlega náðingi þú vilt öllum það besta þannig að við peppum svoleiðis mann, elsku vinnur sko áður við spilum lagið Fljúa sem er komið inn á Spotify kom það á miðnætti það kom á miðnætti og þið finnir það undir Gemil G-E-M-I-L Fljúa þá ætla ég að henda þér hraðaspurningar því að þú ert komið fyrsta sinn allir sem eru komið fyrsta sinn fá hraðaspurningar tilbúin það er ekki hægt að svara vittlust það er ekki rétt að hann svara það uppáhaldsmatur pizza besta bíómynd allra tíma Braveheart hver er fyndnastur Steindi Ötti Gils lið í ensku vel svarað Liverpool hvað kveikir í þér bara flottar björ og Esjan kæðis mín með þau besta svar segir hvað drekkur á jamminu það var bara dry vodka sko hvað er mest í töður á þér bara ég sjálfur kynnt okkar fyrsta dýrið Abbi áttu hlutabref já hver er þinn helsti kostur ég er bara góður hver er þinn helsti ókostur ég er bara ofgóður hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir það er bara að chilla og bara njóta dagsins sko hversu myndalegur ertu á skalanum 1-10 hvað tekur í back tók 160 í incline hvað er lægsta sem þú verið í fólk hvað er lægsta sem þú verið í 50%? Það er svona 0 ángríns sko. Hæ? Já, svona 0,5 Er það hægt eitt? Nú spyrir ég það er á skafinn Það er bara sást í línunar á raskatinu sko. 160 incline Það er þægilegt 200 í flötum sko. Já, hvað því er incline? Bara Hallandibögg Ég tók 165 í Hallandibögg í liggjandi sko. Ég ætla að taka 200 bráðum í back Ertu að keppi í þessu ruglega? Ég ætla að fara að keppa eftir 5 manni sko. Jó, ég þarf að gera eitthvað erfitt Já. Og með þetta lúk líka skeggið og flétturnar og
Alveg Förum út allan heim sko. Það er bara hann I like that. Ekki spurning. Herðu, við bara Ég get ekki komið tóma hendur komið smá svona fyrir testan Svo Steindi þurfi ekki að negli í sig Og líka Steindi líka komið átak. Ég var að fara ekki negli þig Nei, en ég var að byrja í átaki sko. Þú verður alltaf verið að segja að þú ætlar að negli þig og þú byrjar í átaki Já, ég hefði nú haldið það sem það gerist ekki Varja. Heyrðu, vá Við erum að keira testan upp í Já, þetta er Sílajet Hérna var ég að Ísland Vá, Bestu gæðin sko Þetta er svaka, byrju, hérna, og hvað gerir þetta? Ashwagandha og Makka Er þetta Gilst þú þekkir þetta? Er þetta eitthvað sem að ég á að borða eða bera á, er þetta krem eða hvað er þetta? Já, bara borða Hæ? Bara ég Þú borðar það? Í átakinu? Ert þú með þetta? Já, ég tekið þetta allt maður og ég er alveg að springa sko Já, ég meina, ef ég lít út eins og þú, ef ég tekið þetta, þá er ég að fara að taka þetta, sko Er þetta, þetta er íslensk koncept, ertu með í þessu koncepti? Ég er með í þessu sko og hvað er hérna Ég er að fara að setja þetta allt inn á vikingavakna.is brálega En þetta er Múmíó Ísland með þetta Gekkja, takk fyrir okkur En hvernig viltu Drekki þetta bara Kemur svona? að góðri Ég var að setja svona í te sko Það ekki? Já, í kaffi Góð tímasetning fyrir Steindi, hann er komin í átak Ég ætlaði að fara að sturta upp í mig En hvernig viltu kynna einn lagið? Fljúa Gemil, hvernig viltu kynna þetta einn fljúa? Bara Hver er hugmyndin á bakvið lagið? Þetta er bara hver sem þú ert þá getur þú flogið Bara loka augunum og flýgur út allan heim Thank you Fíla það Og bara stefnum lengst upp sko Við erum lengst uppi Við erum að fara ennþá herra sko Við eigum þetta allt sko Takk fyrir komuna, elsku vinnur Hér er Gemil með fljúa Topp tónlistarstöðin Þetta er FM 957 Horfið þetta Dine Out og Body Fuel sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 Þökkum Gemil kærlega fyrir komuna Einlægur strákur Indislegur drengur Já, við kveitum fólk til að tjekka á laginu hans Hann kom færið ekki Herru, ég var að fíla þetta lag í tætlum maður Já, stemningslag Svo er okkar besti maður kemur að þessu, Jón Bjarni Já, herðu, við ætlum að gefa Það er Mímir og Jón Bjarni sem pródúsur Hann baði okkur að skila Já, ég glemt að koma inn á Vel gert Vel gert hjá þeim Við ætlum að fara í, sko, bara þetta hérna Nei, við reyndarum ekki að fara í hérna How do you do fellow kids heldur How do you do fellow opposite How do you do fellow opposite í dag, drengir Þannig að málið það, ég er búin að vera með How do you do fellow kids núna undanfari Ég ætla að breyta þess aðeins yfir í frasa gamla fólksins og þetta eru frasar eins og Yetuta Mia og allt í fína frá Kína og fleira Hafið ekkert maður sagt Yetuta Mia Yetuta Mia, já þetta er opos frasi Já, herru að segja reitt steikt Egill vissi ekki að ef ástinni hrein væri undir hérna þekkið ekki Það er aldrei með headphone Ég held headphone Hann vissi ekki að væri alltaf sama lagið undir í þekkið ekki Í alvörinni Þannig að hann veit ekki eins og hvað lag er undir núna þegar kemur að How do you do fellow kids eða how do you do fellow oppos Ég nenni ekki að hafa headphones Já, þú náttúrulega ert aldrei með headphone Þú heyrir aldrei tónlistin undir Það er tónlist undir núna Það er algjör stemning hérna í how do you do fellow oppos Það ekki Herru, drengir Þetta er satt málega Ég er líklegri að ná allar út hér en í hinni sko. Og svo er þetta bara þannig How do you do fellow oppos að þetta er léttari keppni Hún er léttari Þannig að þetta er smá fyrstu kemur, fyrstu fær Og núna eru við drengir að kenna unga fólkinu frasa Sem er svolítið gaman Sem fólk á ekki að nota samt Jó, það eru nokkri þetta sem ég væri til að fá aftur Í umferð Og helst í gær En settur á Instagramið þetta og baðast oppos að senda þér frasa Nei, herru, ég gerði það reyndar ekki En hérna Ég er oppos að senda Nei, því að ég mundi bara eftir þessum En hérna Ég ætti að gera það Já, þetta segja bara að það verður einhver old pieces of shit hérna Menn að senda mér gömlu frasana Og það er málega, við erum með frekan breiðan hópa hlusta Og ég get lofa það eru oppos að hlusta sem eru með info Þetta er bara góða punktur Ef það er núna einhver old piece of shit að hlusta þáttinn Endilega sendið á mig á Instagramina Því að ég ætla að eiga það bara í hólu Og ég tek það kannski næst Þannig að ég megi bara senda það núna ef þið mennið Herru, drengir, ég ætla að byrja þetta eru 5 spurningar eins og alltaf Egið, þú ert inn í leiknum alveg frá byrjun Ég get lofa þær í Þannig að verið á tánum Thank you Fyrsta spurning í How do you do fellow oppos Er frasin að reka síðasta naglan í kistuna Það er Auðun Blöndal að reka síðasta naglan Bara klára verkefni, klára leikinn Bara klára þetta ekki sannlega Bara seal the deal Það er árétt Auðun Blöndal 1
0. Er þetta ekki frekar svona Nei, það er- almennur frasi bara hjá The Average Joe? Nei, hvað meinið þið? Þetta er ekki ópósfrasi. Þetta er sko að Ég reka- þetta cirka 6 sinum á dag. Að reka síðasta naglan í Frá kistuna. venjulegu fólki. Það er enginn sem segir þetta. Jú, ég berði að þú ert að horfa á fótboltaleik bara hann að fá síðast í naglinn í kistuna, sko. Nei, það er 40 plus. Þú ert líka að horfa að leiki með 40 plus liði. Já, ok. Eitt Er það fyrir ekki? blöð. Já, Ok, þá held ég áfram hvað því frasina herða sultarólina. Herða sultarólina. ha, Herða sultarólina. Herða sultarólina. Það er bara að fara að spara og slaka þess á. Bara er hárið. Jesus, ég vissi þetta ekki. Að herða sultarólina. Herða sultarólina. Ég hef aldrei heist We have þetta. a competition. Það er 1-1, þetta er basically bara, herru, djöfull eru búin að eyða mikið í máninum að verður ekki aðeins að fara að herða sultarólina. Þetta er að lélast sem ég heist, ég hef aldrei heist Þetta er þetta. frasi. Þú líka hefur aldrei þurft að herða sultar og Nei, mitt, ég átti ekki herbyggi fyrir á 13 ára. Já, en það er bara, maður er það. Síðan ógsúrið Ég alveg að tala við rétt að mann þarna, sko. Svo fór Herra pappi minni blikksmiður og átti kameró, sko. En svo fór þetta regn í kringum ykkur drengir. Herðu, það ætla ég að halda áfram. Það er Ok. frasi nummer 3 og hann hljóma svona. Ég ætla ekki að gefa ykkur dæmi af því að það finnst mér Mér að... heyrist ekki þurfa dæmi. Nei, ég ætla ekki að gera það. Já. Þetta er náttúrulega ópós frasablöð. Þetta er fyrstur kemur fyrstu fær. Æ, bitu, misti helvits lægið maður. Ég sett aftur maður. Já, bitu. Mistu Nei, það? MOP. Ok, frasinn hljóma svona. Bla 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 bla. Þú veist, það verður geðið og la 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 la. Allir og amma þeirra. Allir og amma þeirra. Og það er blöð. Það er bara allir að koma og amma eitthvað- basically, það er allir á leiðinni. Veitu hvað sagði síðast? Það er allir. Það er allir á leiðinni. Er það ekki? Jó. Það er allir. 4-2 til blöðunum. Þetta er annars statusinn af 3 sem er ekki ópóstatus og þetta er bara sem fólk segir dagstæðan. Nei, það segir þetta enginn. Það mætir allir og amma þeirra. Ó, það segir þetta mjög margir. Hvenær myndið þú segja bara, herðu, það eru hérna, ég er að fara aldrei upp á ammanett, það eru allir að koma og amma þeirra. Þetta er enda góða punktur og líka Það ég er- segja segir það, þetta sko. enginn. En ég heyri þetta heldur oft samt. Já, Er það? er það? Þetta er svona Jókur og Geirdals komment sko. Strákar, Allir ánægðir að koma. þetta er fyrstu kemur, fyrstu fæði núna. Mæsum, hvað eru hendunar á okkur? Það er Hvað það. er alltaf að geima hendunar? Bara hér. Mér liggur ekkert ástæð. Nei, jú, Ég ætla bara að vinna þér róli heitum. Nei, þú þarft að byggja Þú ert bara svari. snöggur. Nei, taktu hendina af liklaborinu. Það er ekki senda Ég e-mail. er að skrifa stöðuna. Þú ert blöð. Ég er að skrifa henni. Egil, sjöru, hérna, snöggur upp. Já, ég er snöggur þegar ég nenni því. Ok. 2-1. Reynda Hvað er mikið að spurningum nenni eftir? Það er einu eftir. Nei, það er 2-1. Ok, það er 2-1. Það er 2 eftir Á, það. það er 2 eftir. Ok. Ertu með nokkra á að laga Ég er með fullt í það. Eru þið klárið? Ok. Hvað þýðir frasin? Úf, þessi lélur í sinna strax og þú haldum andlitað það nú allir. Bingo, borðið 7. Öðru blöndan. Það var eitthvað að prumpa. Það er rétt. Það var einhver að reyka þig. Þetta er ekki með ópost koncept heldur. Já, það er engin ungu sem notar þetta. Bingo og borðið 7. Ef þú rekur við einhvers staðar og það heyrist, þá kemur óvart læti með því og það líti allir á það og segir, heyrðu hvað, bara bingo á borðið 7. Eða þú segir þetta á rofnin. Ef það myndi einhver prump í kringum mig og segja þetta, þá myndi ég aldrei tala við viðkomandi aftur. Pappi minn til dæmis, hann Ég rekur... er þetta mun alltaf halda að tala við pappa Þetta hennar. er comedy, bingo og borðið 7. Pappi Er minn... það? Ég veit það ekki. Pappi mér reykur hátt við og gera það fyrir framann alla. Hann myndi Ja. gera fyrir fram fórsetan, sko. Já. Hann bara reykur við þegar hann reykur við. En segir hann bingo á borðið 7? Nei, hann segir alltaf þegar fólk öskar. Pappi, ef þú veist að hann gerir þetta ekki staðar. Þetta var opnin. Hann segir alltaf, þetta var opnin. Já, slæðir eitthvað í opnina, slæðir eitthvað vesen á opnina. Það var opnin. Herru, það er næsta. Þetta var opnin. Þú ættir að vinna með þann frasa. Já, það er- Hvað þýðir þetta var opnin? Já, herru, það er þetta Það er gæð. bara eitthvað að prumpa. Herru, þetta er bara fellow kids sem er að hlusta. Já. Ef við lendi í þessu og ég segja bara, herru, þetta var opnin. Já, taka- Þetta er alvöru frasi að Það var pappa opnin. þinn. Taka senior á þetta. Herru, drengir, þá er það síðast eða ekki? Já, ég er örgum með sigur. Ok, Gæti ég er enda að- 3-2. ég er að velja vel Það var núna. betri en 4-1. Ok. Miklu betra. Ég ætla að velja þennan hérna. Ok. Hvað þýðir frasinn ekki upp í nösa ketti? A tiny amount. Það er hálf. 3-2. Ég held að þú þurfum að halda árum með fellow kids og opposi er bara basically hvort er að undan upp með Já, höndum. þetta er- Ekkert af þessu er ópost. Þið Það er eru- bara almennir hluti sem hann segir. Nei. Sem fólk segir dagstæðilega, öllum Og aldrei. fólk segir aldrei eitthvað, herru, þetta er ekki upp í nösa ketti. Jú, mjög margir segja. Heldur að sé eitthvað tvítur að segja þetta er ekki byrjun nös og ketti. Ok, Aldrei. ok.
Þið eru líka Kannski ekki einhver 16-17 ára cool kid segir líklega ekki byrja nös og kepp Nei, þeir segast ekki heldur alltaf að herða sultarólina sko. Ég get alveg lofa Það var því eina spurningin sem á með dag sem mætti heim í Opos En það var 3-2 Æsir spennandi keppni Auðvitað, þú tókst þetta Takk Þú ert king of Opos og ert king of fellow kids í rauninni Mér minnir að þú hefði tekið þetta síðast Já, ég tók þetta síðast Þannig að ég King veit of ekki Opos Það er þessi litlu sigra sem gerir svo mikið fyrir Og mig Egil þarf svolítið að fara bara aftur í sínar herbúður og Vill maður vinna King of Opos Já, sko, mannst eftir Rocky 4 þegar hann fór bara upp í fjöllin og æfinn Já, ég mannti því Hann bara kúplaði Gleymdi svo aldrei. Þú þarft að gera það núna og fara í svolítið svo Kúpla frasa mig út af skilji. Hvort sem maður fellow kid eða opos þá þarf það að vera á tánum klukkan 09:57 eftir nákvæmlega viku þegar miðarsalan hefst á fermingavæslu F95 Blöð og þess er á leiðinu heitir Timmy Trumpet Narko, takk FM 957 Þetta er Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem færi ykkur F95 Blöð og ef að Robby okkar besti maður er að hlusta þá er Túborg Kærlin og helviti dómur Og skrifast á okkur eða Já, við tókum 2-3 á það með bingoðun daginn Það ekki? Jó, bingo blökansins Þannig að það mætti bara að fylla á Já, mætti alveg kippa líka með ég hef veldig gaman að þessum 2,25 með það það er þægilegur Þægilegt að hafa hann sko En svo Keiluhöllin, það er alvöru helgi framöndan dreykir Sunnudagurinn það er Sunday Funday Við erum að tala það er Vestham Manchester United Þú getur mættur í Keiluhöllinu klukkan 2 farið heim klukkan svona 9 leitið Þetta er Vestham United Manchester United Svo erum við að tala Arsenal Liverpool og svo úrslita leikur Íslandsmeistaratitilinn Víkingur Breiðablik klukkan 6:30 Þetta er fullkomið sunnudagur Það er seðladagur á sunn Þetta er í fyrsta sinn sem ég spenntastu fyrir sunnudegi held ég bara þegar það kemur að helgi Það var eitthvað margir veikir held ég á mánudaginn Margir nú ef þú ert að hlusta Annarkvort í Kópavoginum eða í Fossvoginum Já, gerði bara ráð fyrir því að það er ekki margir framætti vinnur á mánudaginn því miður Þetta gerist ekki ofta að sé hreinn úrslitaleikur Það gerist ekki ofta, þetta er í fyrsta sinn í sögunni Þetta er í fyrsta sinn sem þetta kerfi virkar að fá hreinan úrslitaleik og nú er þetta entertaining bara veistla Þannig að þetta er basically bara liðið sem vinnur Já, Víkingur nægir jafntefli Það er heimavelli með 90 bústa stúkunni og þú eru jafntefli og prúsður Arnar motherfucking Gunnlaugsson hann sé í boxi og sé í kassa en ekki vanmeta okkur blika því að Þú ert að fara að stressa ára það er leikin nummer 1 Elskar allir the underdogs Ég er að fara á leikin, djúvillir í peppa Mál er að Bleikatir fullur og reyður og í gýr Það vill ekki vera fullur og reyður Bleikatir er ekki með jassa sem er skellur Hann er náttúrulega komin í Grímsví Og ég fór hindi Svanna daginn og við horfum að leik þar, hann er með stöðuna Þetta er svolítið, þetta er erfitt fyrir þig Því að þú spilaði með Víkingum Þú ert með rætur í Víkinga og svo hefur þið farið á fullt af Blikaleikjum Hvort heldur þú með Breiðablika Víkinga á sunnudag? Þetta er náttúrulega mjög erfitt að segja, eins og þú segir ég náttúrulega æfði fótbolta með Víking til að byrja með, þú veist, ég var krakki Ef þú yrðir að velja lið hvorum megin væru í stúkunni? Ég ætla bara að segja núna að ég ætla að sitja hjá Ég ætla að sitja hjá Steindi svarar alltaf eins og pólitíkus Já, en ég meina Nei, þú veist, ég bara get Nei, að því, sko Viltu ekki særa neitt? Ef Jassi hefði verið að spila Ef Jassi væri blikunum, þá hefði ég valið blikana En núna er Jassi ekki þar Þannig að ég er bara hlutlust með þetta mat Þú veist að mamma er rosalega bliki Egil, mamma er alltaf haldið með Breiðablik Það ekki Já, en þetta er náttúrulega skari að spila með Víkingum Þetta er léttur um mig, sko En þetta hérna verður alvöru sunnudagur fyrir alla sem áhuga fótbolta Þið sem ætla að tryggja ykkur borði í Keiluhöllinni Það er keiluhöllin@keiluhöllin.is og ég myndi bara senda strax í að þetta verður þéttur dagur hérna Svo má ekki gleyma einu okkar Það eru 10 ár síðan að Víkingar voru í sömustu afturhalding að fara upp Þannig að basically Afturhaldingur er mættir á næsta ári Afturhaldingur er mættir á næsta ári og eins og ég segi það getur verið innan 10 ára getur við verið að lifta þessari dollu sko. Já, ég veit ekki alveg með það Ég er alveg til að setja pening á það Alltaf það er bjartstýtt Við þökkum kjærlega fyrir hlustunni í dag Minnum á blökastið á þriðjudaginn Annars heyrjumst við eftir nákvæmlega viku Góða helgi, okkar besta fólk FM 957